Kæru Víkingar, velkomin í samband við Víkingsvöllin. Við erum mætt hérna, Bensi er búinn að vera að sópa grasi hérna í alla morgun, gera það tvisvar, gera það betur. Við náum að hafa leikinn, hann byrjar eftir 10 mínútur, við ætlum að gera hans klárt hérna í útsendinguna og svo bara sjáum við þetta smá. Já, kæru Víkingar, það er verið að prófa hljóðið, það er ekkert annað hægt að gera í þessari stöðu. Prófum líka bara eitthvað gott lag hérna.
XXX. Halló. Verið hjartanlega velkomin að viðtækjónum. Sverrir Geirdal heiti ég og hérna sitt við hliðina á Herði Ágústssyni. Allavega þangað til að mér hefur verið skipt út. Myndirðu segja að ég væri sérstakur tæknimaður þessa útsendingu? Þú ert bara tæknimaðurinn með stóru T og ákveðnum greini. Mér finnst þetta alveg magnað að þetta skuli alltaf virka. I'll take it. Nei, alvöru, þetta er geggjað. Þú átt allt gott skilið. Já, takk fyrir það kærlega. Aldrei hætt að vera þú, því að við þurfum á þér að halda. Einmitt, ég ætla að henda byrjunleginn bara á skjáinn með þér til stuðnings. Já, þannig að ég ætla að byrja á því að lesa það upp og ég get sagt ykkur víkingar góðir að við erum með sterkt byrjunarlið. Við erum, held ég getum sagt, byrjaðir að undirbúa okkur fyrir stóra leikinn sem er í 13. febrúar í Helsinki. En við byrjum á gestaliðinu sem er Leiknir Reykjavík. Númer 1, Bjarki Arnaldarsson sem er markmaður og númer 3, Bótan Bódanović. Númer 5, Daði Bærings Halldórsson sem er fyrirliði. Númer 6, Andi Hóti. Númer 8, Sindri Björnsson. Númer 18, Marko Sivković. Númer 19, Axel Freyr Harðarsson. Númer 20, Dagur Ingi Hammer Gunnarsson. Númer 21, Egill Ingi Benediktsson. Númer 43, Kári Steinn Hlífarsson og númer 80, Karan Grung. Og varamenn Leiknis í dag eru númer 12, Mehmet Ari Veselay sem er markmaður. Númer 4, Patrik Hrinievski. Þú bara gerir besta. Og Skelsen Vesely, Davíð Júlían Jónsson og Þorsteinn Emil Jónsson. Þjálfari Leiknis er Ólafur Hrannar Kristjánsson. Og þá að líðið okkar víkinga og haldi ykkur fast. Í markinu númer 80, Pálmi Rafn Arinbjörnsson. Númer 4, Oliver Ekroth. Númer 5, Jón Guðni Fjólusson. Númer 7, Erlingur Agnarsson. Númer 8, Viktor Örlygur Andrason sem er fyrirliði. Númer 9, Helgi Guðjónsson. Númer 19, Daniel Dejan Djuric. Númer 20, Tarek Ibrahimagic. Númer 21, Aron Elís Þrándarsson. Númer 24, Davíð Örn Atlason. Og númer 25, Valdimar Þór Ingimundarsson. Ætlum við að setja Bensabælar líka í byrjunarliðið í dag, heldur? Jú, hann er ennþá á vellinum. Ég held að hann sé að reyna að komast í byrjunarliðið. Hann veist, fær eitthvað að stytta sér til þennan dag. Ekki spurning, hann er eini sem er með fjórhjóladrif í leiknum í dag. En varamenn okkar víkinga eru Jokkum Magnússon, markmaður, Sveinn Gísli Þorkelsson, Daniel Hafsteinsson, Halldór Smári Sigurðsson, Karl Friðleifur Gunnarsson, Nikolaj Hansen og Stígur Diljan Þórðarsson. Þjálfari okkar víkinga, nýráðinn Sölvi Geir Ottesen. Nú þurfum við ekkert að fara að einhvern veginn að tala í kringum þetta. Sölvi Geir Ottesen er maðurinn. Ottesen veldið er byrjað. Dómari er Elías Ingi Árnason, aðstofadómarar Guðmundur Ingi Bjarnason og Þórður Arnar Árnason. Og með ykkur í dag er ég, eins og ég áður sagði, Sverrir Geirdal og Hörður Ágústsson sem er eiginlega aðalmaðurinn. Það verður bara að segjast. Hann er aðalmaðurinn. Hann setur þetta allt saman upp, mætir hérna og ef eitthvað er til sem heitir kulnun í starfi eða síþreyta þá er það skammt undan. Það er skammt undan. Ekki kulnuna því að það er svo gaman. Síþreyta hlýtur að fara að banka á dyrnar. Það er við það að byrja, sko. Við verðum að fara að kaupa epli handunum og skjóta saman í eitthvað orkudrykki. Unbroken. Turmeric. Já, Turmeric. Hérna koma leikmennir á völlin. Þeir eru aða snjóinn. Já. Þeir þekkja nú vel í efri byggðum Reykjavíkur. Já, hér er búið að vera mikið prógram, skal ég segja ykkur, í allan morgun. Það sem verið er að reyna að gera völlin tilbúinn, kveikja á hitanum, setja allt trukk í völlin. Ég myndi segja að það er litið út áðan, það leit ekki vel út til í komandi með 11 litið. Það var Bensi búinn að taka völlin, æfingi á U20 kvenna var að fara fram. Þeir þurftu að hætta vegna snjókomu þegar bara snjórinn fylltist af völlinum. Svo sagði Bensi, við gerum þetta bara. Viktor Björki mætti hérna og sagði, gerum þetta bara, ekkert vesen, hamingjan. Svo bara kemur Ellingur Agnarsson segir, þá byrjar að snjóa aftur á því. Við segjum bara nei, svo byrjar að snjóa núna. En þetta verður flott. Já, það er að, sko, hann er grænn, völlurinn, eins og þið sjáið, þá er hann yðagrænn og örlítið svona hvítar rendur í honum sem ekki endilega vera það sem það eru. En það er alltaf leið, við höldum að þetta muni virka. Hitinn er á og það er ekki sérstaklega kalt úti. Það er ekki frost held ég held að sé alveg við frostmark. Þetta er bara 0 gráður og logn, hvað viltu meira í janúar? Við erum rosalega spoiled í Íslandi, bara ég ætla að vera alveg hreinskilinn með það. Við nota
afsaki slettunar eins og Arnar segir alltaf og Sölvi og Kári Árnason, en þetta er alveg fáránlegt að við náðum að sína svona marga leiki úti. Já, þetta er geðveikt. Við vorum úti í Dal Draumanna í gær, sem stelpunum þar slátra framkonum. Aldeilis frábærar árangur. Frábærar og 7 mörk, 1 fengið á sig, það eru með 90 mörk skorisverðir. Já, og 2. 2 á sig, takk. Það er 17 pluss og ég tók aðeins gerði smá ganni því ég er með... Hvert er hitt liðið sem kemst í úrslit í? Það er sem sagt Valur, eru efstar, þeim dugur jafntefli morgun, að móti hvaða liði heldur þú þessi spila morgun? Sem er með jafnmörg stig og það er í Reykjavík á mótinu. Það er Stjarnan Álftanes. Og ég er nú ekki eitthvað sérfræðingur landafræði, sko. En er ekki Stjarnan Álftanes í Garðabæ? Þetta er svona svo Ísrael í Eurovision. Já, það var ákvörðan sem ég hugsaði, ég sagði alls ekki. Það er ekki feminism og Ísrael er ekki tekur þátt í Eurovision. Stjarnan er ekki Reykjavík en tekur þátt í Reykjavík. Bara nákvæmlega þannig. Þannig að sko, ef að Stjarnan kemst áfram og við komumst í úrslitaleik á móti. Nei, við segjum það, að Stjarnan vinni Val eða kemst áfram. Þá erum við Reykjavíkmeistarar, hvort þið er. Við segjum það. Þá eru þeir bara Garðabæjarmeistarar. Hvernig sem þetta fer. Þetta er fáránlega góð punktur. Sko, ég tók aðeins saman því að við getum séð sko bæði meistaralokk að kalla hvernig saman í svona leikjalista á KSI.is. Og það skemmtilega er að strákarnir eru búin að skora þessast 3 mörk í 3 leikjum. Og það er búið að spila sem sagt í heildina núna 6 leiki hjá strákum og stelpum. 3-3. 3-3. Og það eru 3 sigrar. Þeir eru allir kvennamegin. Þeir eru 3 töp. Allir kallamegin. 22 skoruð og 16 fengir á sig. Þannig að strákarnir, ég sagði við á ganginum strákar, það þarf að fara að rífa sig í gangi þá brostu menn bara og sögðu býttu bara og leifu þeim að koma gróðast. Við sjáum til hvernig það performa í dag, en við vitum náttúrulega ástæðuna fyrir þessu. Stelpunnar eru greinilega bara algjörlega onnit og eru á réttum stað í undirbúningnum. Við erum náttúrulega nýkonur úr fríi og vorum ekki konur úr fríi þegar fyrstu 2 leikirnir fóru fram. Þá var bara liðið í fríi og svo þegar 3 leikurinn fóru fram þá voru menn nýstignir úr flugvélinni frá Kanarí, og það sást aðeins. Já, það var alveg smá stemming í því. Það er allt í lagi, sko. Þetta er bara... Oliver kom fyrir 4 dögum, hann er að byrja í dag. Ingvar er ekki í hóp í dag. Pálmi er í byrjunliðinu og Jokkum, okkar besti, er á varmarbænum. Já, rétt. Og en þetta er sterkt lið. Þetta er bara lið sem getur byrjað í sumar. Já, klárlega. Bara klárlega, þannig að það er ekki afsakan eftir þennan leik. Nei. Við gerum kröfur. Okkar bestu Djurits aðdáðandur hérna niðri. Það er svoleiðis. Varstu með fánana móti FH? Alveg rétt. Þeir eru rosaleg. Þeir gerðu líka Eurovex fána móti Djurgardar. Já, mjög flottur. Það var myndasaga á honum. Einmitt. Því líka metnaðir. Já. En fjölnismenn, leiknismenn fyrir ekki. Það er nú svona ágætis minning frá 2021 sem við eigum síðan móti Leikni hérna í Hamingjunni. Síðasta leik. Síðasta leikur okkar á milli. Síðasta leik í 2021. Það var mjög gaman. Það var mjög skemmtilegt. Þú mást að íta á takkan hérna líka hérna. Ég get lofa ykkur því að Kári Árnason mun ekki hlaupa inn á völlin að lok þessum leik. Ekki séns. Alveg saman hvernig það fer. En nú styttist í þetta. Dómararnir farnir að líta hvor á annan, kíkja á mörkin, er í lagi með þetta. Svo lítur hann á klukkuna og hugsaðar, ætli þetta virki. Það er í lagi með þetta. Og flautar í núna. Og við byrjum þurfum eiginlega búið til 1 takka fyrir allt þetta. Og hérna líka á skjálinn. Það er allt komið, Það er allt komið. Það er ekki að spyrja þessu multitasking 101 Hörður Ágústsson eða H eins og við köllum hann. Þetta er H-tækni. Þetta er H-tækni og fyrsta marki verður tilengað herði og heitir H-mark. H-mark. Það er svoleiðis. Þetta eru 9 boltar, gaman. Það er bara að tala mikið um þessu boltaskrifstofunum síðustu mánuðina. Við fengum nefnilega fullt af vetraboltum í sambandstildinni. Svo þurftu ekkert að nota það? Nei, en við eigum það. Þetta er frábært tilefni til að nota þetta. Já. Flottir. Jú, flottir. Ekki láta eitt hverfa. Við eigum þetta sko. Já, ég meina til okkar. Til mig, bara fyrir mig persónulega. Já, hann er Svendabrygginu. Ég fór ekkert lengra en að hugsa mig þarna sko. Nei. En já, Leiknir er alltaf að byrja hann að leik. Já, þið kannski vantar bolta í... Mér vantar alltaf, það er engin boltar í Ég ætla ekki að fara með þetta lengra. Ég var að hugsa Svendabryggju og boltamissinn og boltavöndun þar sko. Það við ræðum það betur síðar. Gera það, kannski, eða bara ekki kannski. Leiknir byrja bara mjög vel. Búin að halda boltanum hérna núna í mínútu. Já, við mikið snertan síðan að bara leikurinn byrjaði, fyrir leik. Þeir eru alltaf stóra hluti í sumar og við höfum séð það í þessum undirbúningsleikjum og æfingamótum hérna fyrir tímabilið að þetta eru bara lið sem er að spila fótbolta. Já, kunna þetta alveg. Fjölnir voru mjög góðar mót okkur í síðasta leik. Og metnaður mikill og eru með sín stíl og halda sig bara við það. Já, flækja málin ekki mikið. Nei, og byrgi nokkra virðingu fyrir okkur. Nei, Evrópudeildin, hvað segir Helgi Guðjónsson hérna að spila í það fær hann spark en dómarinn segir þetta er allt í lagi. Spilum við 3 aftast. Það er rétt hjá mér, númer 19 hjá þeim, Axel Freyr Harðarsson, hann var nú einu sinni hér. Hann er víkingur. Jep.
heldur betur. En hann hefur verið í Fjölni líka, ekki? Er ég að ruglast hann fór á milli, hann fór einmitt í Fjölni, kórdrengi eitthvað á milli Já, einmitt. og ég held að hann hafi farið bara í leikni núna. Danni við gott hlaup, en Jón sá þetta ekki. Helgi Guðjóns þekkir þessa stöðu vel. Ég held að hann hefði verið til tölfræðum expected runs frá Helga. Var hann hæstur þar. Já. Og sjáum hérna fullorðnir menn, þeir spila í síðan buxum, vegna þess að þeir vil ekki vera kalt, sko. Þetta er sniðugt hjá þeim, sko. Já, þeir eru nú bara allir í stuttbuxum nema einn. Já, þetta er alveg galið. Sko. Ég tek hatt mér ofan fyrir þeim sænska. Þetta er brotið á. Já. Er þetta ekki títnefndur Axel sem brotið á hana? Jú. Stemmir. Og sjáum við hvort að við fáum einhverja gagnrýni. Við erum með nefnilega svo flotta, kannski ekki rosalega gáða, en flotta menn á vaktinni. Já. Og þeir ætla að láta okkur vita hvort það sé allt í lagi með hljóð og mynd og synk og svona, því að eftir þetta Kára Árna aðtökum daginn, þá vil ég hafa þetta í lagi, sko. Já, ágætlega gert þarna, en Tarík, gaman að sjá hann kominn aftur á fulla ferð. Já, algjörlega. Fekk hérna leiðinda höfuðhögg á móti Omonia í fyrra og vissi ekki hvað klukkan, hvort hún væri 5:30 eða 6:30 í klefa eftir leikinn. Já, svoleiðis. Já, hann var alveg vankaður, en heldur betur kom tilbaka eftir það. Og sjá hvort að við, hvernig við spilum þetta. Við erum mjög passífir svona til að byrja með, allavega. Já, allir maður að finna hvernig leiknismenn ætla að spila, að leyfa þeim að sína okkur spilin fyrst. En gaman svo Helga hérna úti vinstri megin í þessu hlutverki. Góð sending hjá Ekroth. Það gerir Daniel, neglar hún hérna yfir á kantinn sem Helgi býður. Og nú eru þeir 3 að býða, hlaupin í tegin eða hvað? Nei. Ætla fá mikið upplega sem þú elskar mest, boltinn tilbaka, jú. Þú ert mikill aðdáandi þess að... Ég elska þetta. Þetta er til heiðus handboltanum. Já, þeir eru að spila til heiðus, þeir eru alltaf að syrkja leikinn í gær. Já, þetta er flott sending og hann er Elli kominn inn fyrir. Já, hann er að taka bolta með sér og gefur hann inn og hvað gerist þar? Heyrðu, Helgi Guðjónsson þeir komast fyrir. Þetta var ágætisfæri. Það mátti ekki miklu minna. Fyrsta svona hálfærið í dag. Já. Kom út úr góðu spili úr hálfsvæðinu. Einmitt. Já, þar sem þetta byrjaði alltaf því að Ekroth neldi boltanum inn í millisvæði. Heldur betur. Erlingur þegar hann kemst á sína ferð, þá er enginn sem stoppar hann. Líka nýkliftur og glæsilegur. Fögnum því. Jep. Davíð Allarsson, ég held að hann sé að fara að spila á eftir keppa í úrslitum fótbolta. Já, er það í dag? Ég held það sé klukkan. Það er í beinni útsendingu eitthvað staðar. Já, eða hvort það sé búið jafnvel, ég veit það ekki alveg. Ég þarf að spyrja út í þetta leikinn. Aron Elís, Þrándarsson, Valdimar gerir þetta snirtilega þarna. Næstu því mjög vel. Næra hann bara aftur. Sækir hann tilbaka. Aron. Elli, þetta er þröngt þarna, þeir ætla að liggja aftarlega á okkur. Býst nú ekki við að Panathinaikos liggi svona aftarlega á okkur eftir 2 vikur eða svo. Já, það er mjög gaman að sjá það. Mér skilst nefnilega að þeir séu svolítið í því, sko. Já, það. Þeirra svona leikstíl séu svona almennt þannig, en það verður gaman að sjá hvernig þeir verða á móti okkur. Þar sem að þeir eru klárlega favorites eða sigurstranglegri. Já, ekki segja það. Svo afsakaðu slettuna. Já, afsakaðu slettuna. Slettuna, húsu á slettunni. Helgi hérna litið tilbaka. Tarík. Já, þetta er svona kannski aðeins meira ró yfir þessu ákvörðin hefur verið undanfarið. Það er ekki mikið stress í gangi. Já, góðu bolti út á Ella sem er rangstæður. Sending samt. Ég veit ekki, finnst þér eitthvað að sjá hann að bolta eitthvað betur? Já, ég held það sko, sérstaklega ef snjórun er bakvið, skilur, ef hann er upp í loftinu eða svoleiðis. Skilðu. Á, vel gett, Tarík gæti að kemst á milli. Hann neglir hann að bolta. Það er bara fyrsta skoti í dag á mark. Fagnum þessu. Flott barátta hjá Tarík. Maðurinn Bjarki stóð vel í markinu og náði að koma þessu frá ættisvæðinu. Já, þetta er ágætlega gert þegar maður missa boltan. Tarík. Hann er með hjálp þarna en finnur Viktor Örlyg. Davíð. Hún finnur þetta Daniel. Þetta er sama sendinginu á þann. Já, þau spildu vel með allir sín skemmtilega gert. Frábært. Næstu því. Góð hugmynd. Leiknismenn eru bara helviti leiknir. Já, ég held að það bara sé eitthvað í nafninu hjá þeim.
Gott hlaup þarna á milli sem Oliver nær að Nei, Oliver. Hann er þessu alveg. Æjá, Gert. hann þarf að vinna fyrir kaupinu sínu þarna. Já. En já, 41 mínútur. Þetta er ekki, það er einhvern veginn aðeins annar bragur á leikinu þegar þeir eru ekki inni, sko. Ég er ekki mikill aðdáandi þess að leik. Já, bara, ég gæti ekki verið meira sammála. Þetta er alveg vonlaust. Annað sport, sko. Svo líka þegar við vökuðum beigir svo, því spurði strákan út í þetta eftir leikinn. Já. Og rættum með þessa vassvél. Já. Og blotnar hann svona eins og gamli löðsvöldurinn niður í Laugardal, gerðugræsið, sem á svona byssu í miðjunni sem skaut í hring. Já. Og hann blautur á svona 60% af vellinu og svo þurr annar stað. Já. Það er alltaf stórhættulegt, sko. Það er bara verra heldur en að gera það ekki, sko. Það heitir crossbandatakarinn, sko, svo aðferð. Þetta er þröngt þarna á Danni missir hann frá sér. Phil Helix með konurinn í gegn, býtur við. Þarna mátti ekki miklu munna. Þeir halda áfram. Þeir eru að koma boltanum inn í leiðileg svæði hjá okkur hana. Elli tekur gamla góða lúðurinn á þetta bara. Ef boltinn væri hvítur, þá myndum við ekki finna hann. Nefnitt, Sölvi væri bara að býta, hvað er þetta? Hvað er boltinn? Snjóbolti. Sölvi mættur hérna með Viktor Bjarka og Aroni Baldvin sér til hlið, hvað til aðstóðar? Já, sér til aðstóðar, nýráðunir þjálfarar til mig. Kloppi, þetta verið highlight. Klopp og... Við spurum aldrei highlightin ef þetta er glæsilegt. Já. Já, Gunni listi vel hérna. Það er ekki... Og koma svo, verða áræðinni. Já, áfram á milli, já, flott. Vel gert, Aran. Og Valdimar ætlaði að kloppa hann hana. Hann var lesinn alveg í gær, sko. Þetta var mjög vel gert hjá honum. Snirtilega afgreitt. Það gera leiknismenn hér. Já, vel gert. Gaman að sjá að Valdimar virtist að koma með svona fulla hreyfigetu í hnén eftir þessi meiðsli í fyrra. Já, var það ekki? Hann var flottur á móti hérna Fjölni. Fjölni mjög góður. Daniel Hafsteins líka mjög góður. Já, gaman að sjá hann koma svona ég heyrði að hann var þetta í alveg hrikalega gott form frá Kára Þráin sinni. Já. Aron Elís og Elli. Nú reynum að færa liðið ofar. Kára Svinnsinni fyrir ekki Kára Þráin sinni. Ég segi hann. Davíð, hefur heyrt þess að þetta með Davíð? Já, ég er síðasti. Þetta er stór skemmtilegt, sko. Já, hann er helviti séður hann Davíð. Já, hann er ekki alveg... Allur það sem hann er séður. Nei, ég held ekki þetta sagt það alveg með svona, sko. Hann veit alveg ótrúlistu hluti fótbolta, sko. Já. Gunni hérna, hann elskar þessa crossbolta hérna, beint yfir á Davíð. Frábær sending, hittur hann á bóksið. Strax í fyrsta og frábær sending. Nei, vel gert. Á að bjarga þessu. Það mátti engum muna. Nei, en það var hann fyndið í gær upp í Úlfarsdal, það var ekki snjókoma mikil endilega. Völlurinn var mjög flottur, það var greinilega eitthvað, segja sig að nýrra kerfi þar undir vellinum, það var alveg grænt, slum orðað þannig. Já. En hérna, boltarnir fóru svolítið út í myrkri, það er fjær frá stúkunni, það er bara myrkur. Það er bara myrkur. Það er ekkert. Já, það er bara svo sett komin til Helsinki. Þeir kom ekkert tilbaka þessi boltar, það var bara svona afskrifað. Já. Svolítið eins og í Borgarnesi upp á Skaga, bara... Þetta er bara búið. Svo þennist boltinn eftir 2 ár við strendur Hollands. En þetta er vantilega Helgi Guðjónsson, eða ekki? Jú. Jú. Svingar hann hérna inn og skulum sjá hver tekur við honum. Boltinn, það er dæmd auka spilna þarna. Þetta er ekki neitt. Í Hungunni. En við ætlum að byrja strax á því Sverrir. 10 mínútur liðnar, minnum á það að það er undirbúningstímabil hjá fleiri með okkur. Það er rétt. Og leikmönnum. Já. Þeir í gulklæddu. Þeir eru líka undirbúningstímabili. Já. Við styðjum alla sem koma að fótboltanum og gera þetta skemmtilegt og það þurfa allir að sinn tíma og allir eru við mannlegir. Eða öll meira sér. Já, öll eru við menn eins og Vigdís sagði. Já. Fín pressa þarna, maður er komin í smá ógöngur þarna á Danni. Já, vel gert. Góð pressa hjá Danna. Já, hann er aktífur í dag. Eða hvað? Nei, jú. Vinnur innkast. Jep. Þetta var vel gert. Þetta viljum við sjá hjá Daniel. Þetta, ef hann næra að gera þetta svona að staðaldri í sumar, að vera góður í vörn, já, þá er hann allir vegir færir. Algjörlega. Það er alveg magnað að sjá þegar hann er á sínu degi. Það er hann sennilega bara eitt besti leikmaður deildarinnar. Spurning. Oliver, Pálmi. Fyndi að sjá þessu nýju markmanni. Þeir eru svo rólegir á boltan, sko. Mér finnst þetta svo óþægilegt. Ég vil bara sjá gamlu góðu Peter Smægel að tekur boltan bara upp, sko. Já. Það var ekkert vesen. Og neglur þessu bara fram. Tekur hálftíma í þetta eins og gerist þarna á EM 88. Já, þeir eru unnu, hvað var ekki, Þýskaland? Jú, bara boltinn var aldrei í leik. Hann var aldrei í leik og svo spiluðu bara á milli sín. Það var ótrúlegt að sjá þetta.
Aron hérna hægri kantinum og Elli gerir þetta Vel vel. gert, næstu því, snúningur, svo Já, kallar. við erum svona næstu því að komast ekki hérna. Þetta Já. alveg að koma. Það verður gaman að sjá hvað gerist líka þegar fyrsta markið kemur. Þegar við, eins og ég sagt áður, og við lofum því Gerri og dóttir mín að það eru 5 mörk, við erum komin næstu í 5 mörka meðaldali, Já, útsendingunum okkar, og það urðu 8. Þannig að hvað spáðu þú í dagsverðis? ég spáði svona 3-4 mörkum. Já, undir meðaldali sem sagt. Já, Ok, það er nú þetta. það sleppur alveg. Ég ætla að segja þetta verði 5 marka leikur. Ég held að við munum skora, ég held að við skorum á undan. Já. Og þá held ég að menn verði svolítið passífir. Ok, Ég já, held þetta að- verði bara svona herri. Já, ég held að ef við segjum 3-0 fyrir okkur, segjum það bara, þú veist, þá held ég að sé enginn að fara að sækja fjórða markið. Nei, ég skil hvað mennur. Menn vilja bara Það komast menn heilir í sé- gegnum þennan Já, verkefni. ég held að sé svona ekki þar í bakhausnum að hérna Nei, Davíð veiða sig Atlason ekki. gerir þetta vel hérna, finnur Valdimar sem að finnur Gert. Aron. Svo neglar honum fyrir og þar er, Þetta eru frábæri boltar. já, og koma svo. Oh, Og Tarik Tarik. og svona, já. þetta var Næstu góð því. tilraun, skemmtilegt. Já, næstu því skot sem fór næstu því markið sem þýðir framhjá. Ég er svolítið vissum það að Helgi Guðjóns hefur verið þetta inn í að hann á að skora þarna. Hann Já. er með, En Nikolai, hann er í hóp. já, hann er á svo Já, já. kvöldum varamannabæk. Já. Það sem er nú ekki á ódýrar í gerðin í dag, það er alveg að segja það. Það er rétt. Bekkurinn hjá okkur væri nú sennilega í byrjunarliðinu hjá okkur líka alltaf bara, þetta er ótrúlegt. Já, gaman að hlusta Kára Árnason tala um það daginn hérna, það var að tala um transfervindóin í fyrra og núna. Já, Þetta er alveg rétt hjá hann, sko. Þetta er alveg verulega flottur gluggi núna hjá okkur. já, Og hérna, ég held að liðið sér bara orðið miklu jafnar núna. Það er, ég meina, Pablo meiddist og Matti, já, þá fór miðjan okkur í smá svona, við mistum svolítið bit. já, Danni virðist vera helviti sterkur þar, sko, Hafsteins. klárlega. Þetta verður spennandi að sjá. Hann er á bekknum í dag, já. Leikmennirnir fara enga sér óðslega hérna, eru bara byggjit upp í róleitunum. Ég held mögulega svo er þetta sé fyrsta skýrslan sem er rétt hjá í Reykjavík-mótinu. Já, það er svoleiðis. Já, við sjáum hvort það skiptir hvernig það sé réttar eftir. En það komu 2 stelpur inn á í gær, nefna það eins. Í fyrir fram sem fætta 2010. Það var moment, sko. 2010. Já, það eru 14 ára að vera 15 ára á árinu. Kom inn í bakvörð og miðvörð. Já, Fengu á sig samtals 1 mark meðan það spiluðu. Það var mjög gaman að sjá. maður skilur ekki tíma, sko. Nei, 2010 með þá vorum við Hvað er 160 núna, ára. Helgi? Já, ættum kannski þóra. Þarna, Já, flott sending, þetta er Valdi. virkilega vel gert Vel þarna. gert. Næstu því. Og leiknir er komið með boltan. Þeir eru kannski, ættu vera aðeins áræðnari. Okkar menn. Nei, leiknismenn. Já, mér finnst þið bara vera nokkuð áræðnir hérna. Þeir eru að komast í góða stöður. Já, ég held að því miður þessi leikur sem að því lengur sem er 0-0 meira líklegt að þeir skori fyrsta marki, sko. Já, það sé halveg hárrétt. Það verður gaman að setja eitt markið og við höfum séð það hérna í hamminginu að þegar við skorum fyrsta markið þá er það oftast vísir til góðs. Já. En hérna Aldi kom på topnuna. Þeir eru svona Elli, hann og Djuric eru svona að pressa einhverjum svona tíkli þarna fremst. Tarik og Aron fyrir aftan, þetta er mjög skemmtilega að setja upp. Það er smá jólatrís. Já, Já, sko sjá. já, Tarik. Það var gaman að sjá líka þetta. Þetta er ekki leikur sem að skiptir sko raunverulega neinu máli. Það er alveg sem að hvernig þessi leikur fer. Það breytir engu fyrir framtíð þessa liðs. Nei. Þannig að Tarik bara Djuric heyra það. Já. En þeir eru náttúrulega, sko núna eru menn að berjast fyrir sæti í liði sínu og berjast fyrir hlutverki í komandi verkefni. Heldur betur. Við fáum nú vantilega að sjá hérna hann Atla okkar nýja móti HK. Ég held að það séu löglegur þá. Já, 5. febrúar. Já, hann er bara ekki löglegur núna, hann er Já, bara hann pínur er bara betur. eitthvað smá slappur eða meittur í náranum eitthvað slis. Það verður gaman að sjá hann. Já, Alex Freyr. Nei, Já, Davíð þetta með snirtilegt hendabrót. Já. Þetta er eitthvað gömul kvitun frá aðeingu fyrir 4 árum. Já. Þetta gengur ekki sko, svona haga með sér ekki í hammingunni, segir Davíð við Alex Freyr. Sölvi hérna viðleikur skilabóðum til sinna manna. Jep, 0-0 og hvað, 16 mínútur liðnar á leiknum og það bara ágætli skemmtun hingað til. Já, bjart hérna í víkinu líka, Já. snjórinn lýsir upp himinin.
algjörlega. Við býðum ekki betra veður, þetta er alltaf algjörlega stórkostlegt. 0 gráður á vellinum hérna áðan á klukkunni, Já, koppalogn og enda líka bara, já, það er alveg getið fylgdi í þetta mættur. Það var góður bolti þarna sem Viktor les vel. Pálmi, þetta er nú svolítið, þannig að maður leikur sér eldinum aðeins. gekk upp, og hvað gerir Davíð? Komin smókungur hérna, hann kloppar hann. Missir hann? Þetta er spjald aftur vantlega. Nei, Hann sleppur þarna. Þetta var alveg, þetta var fullorðis. ekki segja þetta hafi verið svona Það gæti, sko, já, hálfgult. já. Kannski hefði þetta verið gult ef hann hefði ekki verið búinn að fá gult áður. Já, þetta er einmitt eina af mínum uppáhaldsreglum í þessari ágætu íþrótt. Þess Já. að þetta er ekki nógu mikið til að vera gult á þessum tímapunkti Nei, og þetta seinna gul er ekki sanngjarnt af því þá er svo mikið eftir. já. Þetta er Og bara, við viljum ekki annað liðið séu einum færri bara, Nei. þú veist, eitthvað svona hálf. ég vil bara En þetta var dómar þetta dæmi þetta eftir lögunum, sko. Já, lögin eru ekki, absolutt, þetta er ekki umferðarlög, sko. Nei. Það er þetta tólkað eitthvað, sjáum hvað leikir sem að gera hérna. Góðbolti fyrir hérna og hann er Og alveg þetta á er fjær, Og hann skorar! Já. Þetta var nú ekki rosalegt. flókið. Leikmaður númer 20, Dagur Ingi Hammer Gunnarsson, hamraðan í var- nærhorni. Þarna átti Pálmi að gera betur, held ég. Jú, mér varst líka bara að vera ansi margir hérna í smá pásu. Það var bara enginn að taka hann á fjær. Þetta var galopið og núna er þetta sem við spáðum fyrir þetta. Nú er staðan 1-0 fyrir leikni. Það var hægt við að þeir pakki niður og við lendum við því að vera í handboltanum. Það er ekki að ljúga þess að vera þessi lítininni. Það er ekkert... Kveikt á opnunum fyrir 2 tímum. Já. Þetta er fólkbúið það. Nei, ég er góður. Ég er bara að væla. Við erum svo lítið límið þegar við fáum okkur mörg, sko. En það er 0-1. Dagur Ingi Hammer, sér Gunnarsson með markið. Hafði nægan tíma til aðtarna sig þarna og svo leiðis lúðraði honum í hornið. Búin svo vel fyrir að vera aftur með svona replay. Þannig er Erlingur Ragnarsson kom inn við kvittum bara fyrir þetta strax. Hvað gerur við hérna? Nei. Viktor, Viktor. þetta er brot, Þetta dómari. er alltaf brot. Þarna vil ég sjá skot á markið. Já. Við erum þreyttir á þessum fyrirgjöfum, sama hvað lið umræðir. Bara lúður þessu markið. Helgi Guðjónsson er mættur í það hlutverk, held ég. Fær nú ekki betri staði sem örfættur leikmaður að taka aukaspyrnu, sko. Nei. Gaman að sjá hvernig þessi markmaður pluma sig. Hann er ekki með stærri mönnum. Nei. Markmaður Leiknis. Hvaða aldur eru að tala um hérna? Eru að tala um einhvern ungan? Bjarki Arnaldarsson. Ég sjá hann ekki á skýrslunni, sko. Nei, ekki útbreytti, en það er inn á þarna. Hann er 2003, 21 árs, Já. 22 árinu. Og þessi Karan, nummer 80, hann er 2008 módel. Já, og Egill Ingi, nú 21 líka. En nú það. Helgi kemur boltan fyrir Fyrir þarna. Og Valdi Danni. Djúrits. Og hann ætlar að gera Þarna hvað? hélt hann að væri kantmaður með honum. En sá var að taka aukaspyrnuna. Hann fyrir tilbaka. Þetta er allar leið tilbaka á Pálma núna. Já. Djúlega maður klár. Ótrúlega hvernig þú lest leikinn. Þetta er magnað. Danni gerir þetta vel hérna. Vinnur yngastið. Ítti nægilega lítið til þess að fá ekki brot. Já. Slessa eiginlega. Ja, það er hérna, það er vetrarbragur á mönnum, Já, er ég nú að segja. má náttúrulega segja það og ég er bara svo þakkláttur fyrir að við ekki dæmdur að leika hérna fyrir hennar leik í dag eftir umræðuna í vikunni Já, sem að hérna var ákveðin hlaðvarpsstjórnandi sem að hvatti til þess að Víkingar eru reknir úr keppninni já, ok. og hérna Hvaða snillingum var það? það var, sem ekki að nefna hann á nafnið Nei. það búið eitthvað stríð milli okkar og þeirra það var svona misgáleg kommentar sem fengi að fjúka ég bara samingið þannig, Stígur kemur til okkar hann getur ekki spila keppnisleik með okkur fyrir en eftir 5. febrúar þá ef að hann spilar ekki þessa leiki hérna Já, já. galið, Það er bara reglurnar eru galnar og Axel ekki hérna. eins og við séum þeir fyrstu sem að, heyrðu frábært skot til Axel hérna já, hammerinn eldir. Pálmi gerði þetta vel hérna, var vakandi meira vakandi en ég gleymdi mér aðeins hérna og var að horfa á til loftið já, það er ekki að hverfa snjórinn á vellinum Nei. það er alveg heiðlegt svar
Jón Guðni biður hreyfingu. Þetta er voða statist hjá okkur akkurat núna. En kannski það planið og svo breyka stað, ég veit það ekki. En það ekki margir opsjónar fyrir leikmenn hérna aftur sem boltan. Nei, alveg rétt. Þetta er voða svona... Það er svolítið svona... Já, ég sá Sölvi mitt, hann gerir svona. Þetta klassíska hérna með báðar hendur upp, hvað er að gerast hérna? Hvað, akkur er? Fá vandalega eitthvað smá hárþurrku frá honum inn á völlinu eftir smá stund. Það fyrir ekki að breytast. Viktor Hlug missi boltan á gölnum stað, segjum það bara hreint upp. Já. Það er alltaf til verri staðar á vellinu til að missa boltan. Davíð, hvað? Þetta er, já, Aron Elís. Gerir þetta endur alveg frábærlega vel. Kemur svo yfir hérna og haldið áfram og alveg áfram. Já, ná að Davíð, varnarmaður frá Jón leikni. Guðni neglir honum hérna, beint í hálsveið. Ó, vel gert. Danni, þetta er of... Góð hugmynd. Góð hugmynd, já. Hann er sprækur þessi varnarmaður sem var hérna í bakinn á honum hérna Valda. Já, er það sexan eða? Við erum búin að ná honum niður tvisvar sko. Andy Hóti. Þetta er bara mjög spilandi, vel spilandi leiknismenn. Já, hann tekur bara kassan eins og maður gerir í markinu í dag. Þetta er rosalega, þetta er metnaðarfullt. Menn eru kaldir. Vel gert, við leist ég þeim. Já. Hrósum þessu, fólk alltaf tala um íslenska bolta eins og íslenski bolta sé ekki að batna, ég bara hvet menn til að horfa á svo leiki. Þetta er lið í næstu deildar móti liði sem er í umspili í sambandsdeild Evrópu. Já, og jafnræðið er fullkomið. Já, það má vart milli að sjá hvort er hvar sko. Já. Ég held að það verði svolítið staðan í sumar í bestdeildinni. Það verði ekkert eitthvað 2 lið sem stinga af. Þetta verða 4-5 lið sko, held ég. Já. Það verði svona miklu jafnara en það hefur verið. Já, þetta er smá svona göngubolti hjá okkur. Viktor og Daniel. Ekroð. þá bara að prófa að lúðra þessu. Já, þetta er ágætis lausn að Valdi nær honum. Já, vel gert, hvað gerir hann svo? Eldfljótur. Neglir honum áfram og missir hann. Nei, þetta er sendið tilbaka. Þetta er sendið tilbaka. Býðu við. Nei. Reglurnar er ekki absolutt, sko. Nei, þetta er allt sem á túlkunni að dreif. Svona túlkun. Alltaf svolítið gaman að sjá svoleiðis. Já. Ópen aukaspinnu. Já, allir þyrpa sér í marklínuna og svo gerist ekki neitt. Gerist eiginlega aldrei neitt. Það er bara eitthvað kaos. Jón Guðni hérna. Eitthvað fæði tattoo á bringuna með hérna nafni boltans. Já. Það var betur gert en það var Viktor að hann var komið 2 í sig og kom hann á milli. En svo ná að byrja þessar sóknin hjá okkur greinlega. Þessi sending er arfaslagt. Þetta er menn ekki tala saman tungumáli greinlega. Og kemur skotið en aldrei hætta fyrir Pálma Arar Björnsson. Þetta var léttur æfingabolti gripinn. Og þetta er 25 mínútur staðan 1-0 fyrir Leikni. Og ég held að ég geti sagt svona, bara svona, er allt í lagi verðskulda? Það gæti alveg verið jafnt en það mark sem ég skoruði var alveg, það var algjörlega hægt að skrifa það á Súhandahátt í vörninni. Klálega. Þetta er að finna svæðin á milli, þetta er ágætt, við þurfum bara að koma svo hraðar fram sko. Þarna stoppar hann oft, bæði hægra og vinstra megin. Ekki núna. Þetta er frábær sending. Góð bolti að niður á Ella. Og nú er allir koninu 3 inn í teginn og nú gerist eitthvað. Nei, það er hálfspilna. Já. Það fyllir mig alltaf smá von þegar ég sé Aron Elís hlaupinn í teginn og það kemur sending fyrir því hann er alveg ágættur í loftinu sko. Já, hann er ágættur, það er rétt hjá þess. Það var í gamla daga sko sæmilegt, gott og ágætt. Og þegar þú varst með hæstu einhvern þá varst með ágættisengur. Ég veit það, fyrsta ágættisengur sko. Já, svo kom fyrsta og önnur þá. Fyrsta ágættisengur og önnur ágættisengur og þriðja ágættisengur þá var fallið eitthvað. Já, ætli það ekki. Ég fekk einu sinni ágættisengur í barnaskóla. Voru það eitthvað mistök eða? Já, hlýtur að vera. Clerical error. Helgi hlýtur þetta ný. Og hann neglir honum fyrir og hvað gerist? Ói, býtu, Aron neglir honum fyrir aftur. Davíð. Það er gaman að sjá Davíð taka þorskinn. Þannig brýtur á sér þarna Axel sterkur. Axel Freyr. Alex Freyr segja. Ekroð. Axel Freyr heitir hann sagt. Axel, fyrir ekki Axel. Ég reykast alltaf á þessu. Og Valdimar, vel gert. Hann er nefnilega, ég sá hann þetta þegar hann var í Víking, mér finnst hann mjög efnilegur. Sérðu, ég skil þetta ekki. Nei, ég sammála. Það er allir ekki í stöðum, tækifæri til að fara fram, komur 4-5 okkar. Sem að býða eftir að fá, pressuna á okkur og byrja aftast. Já. Þetta er skrítið. Sammálaður.
Aron er náttúrulega Ég held að við ættum að segja Frábær bolti. Frábær sending, Elli kemur inn og Valdimar hlaupandi þarna og hann fær boltann og hvað gerir hann? Hann skorar! Já, nei. Ég var svo spenntur Sverrir. Já, svo þetta, hvað heitir þetta, Rángstað? Nei, þetta er bara marksmynda sko. Það er svoleiðis. Þarna munaði ekki miklu. Nei, þetta var vel gert. Valdimar- Hann var að leiðin inn, frá okkar sjónarhótti hérna, þá til hann var það ekki. Það var ekki spenningin við það er svo langt sem við sem mark hjá strákunum. Nei. Já, við tökum fram hjá skoti bara fagnandi, Já. ekki spurning. Þykjum hvað sem býðist hér. Þetta var flott, þarna náttúrulega kannski einhver pæling, ég meina, að láta liðið þetta í einhver svefnmót og svo bara breykað frá hratt, ég veit það ekki. En í sammála er bara mörg móment sem við bara erum augljósa sendingar bara fram á við. Já, tapaði hann þá bara þar, skilur Já, einmitt, tapaði Já. fyrsta þriðingu þeirra í staðan fyrir að, mjög skrítið. En af hverju erum við ekki þjálfa bara? Það er augljósar ástæði fyrir því sem förum ekki yfir hér. Ég held að það eru mjög fínir. Það var mest gaman. Já, klálega gaman, alveg fram að Engin málmar, en það er gaman. Já, fram að fyrstu úrslitum, þá myndi það hætta að vera gaman. Og Ég held að við kíktum á síman og fengjum að lesa öll þessi fallegu skilaboð sem við myndum fá. Já. En það verður gaman hjá okkur, ekki spurning. Fengjum stuðning, Ég held að við séum bara á réttri hillu hérna bara í Ég held búrinu. að, jafnvel á rángri hillu það líka, sko. Hugsanlega. Hann er laglegt, Aron Elís, aðleinn og hvað gerir hann? Þarna fer hann áfram, vel Já. gert. Og Elli- þarna, Hann er Davíð með sér þarna. og hann er honum og Elli kemur aftur og þá nú komnir aðeins fleiri inn í teig. Helgi lúrir hérna á ytri mörkum vittegsins Það er ekki, og það er alltaf að fara tilbaka. Nei, þetta Ok. er vel gert núna. já, Við erum að keyra upp í ákvæðina. Ungunni, hann er búinn að eiga neglir nokkrar hann sendingar frá Danna. laglega á í hálfsvæðinu. Hvað gerir Daniel? Ah, Þetta munaði engu. Þetta er bara veturinn. Þetta verður aldrei gerast í sumar. Nei, þetta hefði hvað alltaf þá í verið- Helsinki? Já, hvað þá í Helsinki? Það er ekki Aldrei. vetur þar. Nei, Nei. það er hlýtt og gott í Það er febrúar. komið vor, einhvern veginn í februar, er okkur sagt. Ertu ekki að fara bara Þá með gestrengin og hérna bíkinu? Jú, þetta fer úr -15 í janúari, -10 í februar. Það er klárt. Mjög spennandi. Mjög. Já, við kannski bara sagt frá því, við erum að reyna að byrja miðsölun á leikinn á morgun. Það er svoleiðis, já. á sunnudegi. Nei, fyrir Á á mánudaginn, mánudaginn, fyrir já, á mánudaginn. Hérna, við erum að vinna hörðum höndum að með miðsölun fyrirtækin út í Finnlandi Út í Helsingi. og hérna, þau eru öll að vilja gerði náttúrulega mikið upplýsingum þarf að fara á milli og svona. Já. En þetta er alltaf að koma og vonandi eru þeir sem eru bara bókið í fluginn, komið með okkur. Þetta verður veistla ógleymanleg stund í Helsingi framöndan. Já, klárlega. Þetta verður alveg ofboðslega gaman. Og við erum- Elli gerir þetta alveg frábælega, heldur þessu ná og nei, hvað gerist? Þannig Aron á Djurits, lúðraði hann bara. Já, á markið. Markið, vel gert. Heyrðu, Og og Valdimar, nei. beint á markmann, vel staðsettur markmaðurinn stóð akkurat það sem hann átti að vera. Og hvergi annar staðar. Nú fer að styttast í það að 1-0 sé orðin svolítið glórulaus stað. Já, það ekki? nú er þetta aðeins hætt að vera alveg sanngjarnt, sko. Já. Nú erum við aðeins farnar að taka þetta yfir og kannski er það formið, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig æfingarnar hjá okkar hafa verið. Ég veit að Kári Sveins var hérna, hann sé kókurstu fyrir leikinn með standleikmanna. Þannig er annað aðeins til þarna. Já, Þetta var svolítið líka í gær hérna upp í Úlfarsárdal, þar voru menn á skautum, eða konur á skautum. Bara, hann er sleipur nefnilega vel þegar það er að gert. Og snjóa. hann Aron Elís og Skjó. Jæja, og Valdimar. Já, Gert, Alli. Nei, heyrðu. Nei, rángur. setjum þetta í varið. Kíkjum á þetta eins fyrir, þetta gerist þetta nákvæmlega 1,5 mínútu á skjánum hjá okkur. Já, Þú fáum að 30 sjá, mínútur liðnar þegar Elli á skótamarki sem fer í netið. En dæmt af, sennilega ránglega, alveg pottið ránglega. já, en þetta er Sem ástæðan við Rángstad- elskum var. Við yngar elska var. Það er svoleiðis. Það er bara þannig. Sjáum þetta hérna, það er nú gaman að geta, við erum að vinna í núna, ég og Viktor Björki fá. Já, Nei, þarna, heyrðu. Tarik og Daniel. Nei, og Helgi Guðjónsson, nei. Þvílíkur markmaður. Hann er að gera vel í parkinu. Ég var eitthvað að tala niður að því að hann er svo stuttur. Hann er búinn að Hann tróða svo vinnur Heldur algjörlega, betur. hann vinnur þetta allt saman upp bara með haustum á sér. góður í Vel marki, gert. það hjálpar held ég Það mikið er sko. bara svoleiðis. Nei, Stóðsending Oliver á Jón Guðna og og Pálmi Pálmi nær að bjarga bjargar. þessu. Vá. Þarna var stóðsending. Við höfum skrifað sjálfstóðsendingu á Jón Guðna, ekki spurning. þarna dagstu ég eitt gott sí, það var svoleiðis. Já. Já, þetta er svona brotað á köflum en staðan er, við ættum búin að skora eitt mark. Þú segir Klárlega. XG hefur nú klárlega Já, orðið meira en einn í dag. Það er vonbrigði að við náum ekki að skora fyrir hlé. Já.
En svo spurning hvort að ágætur vallarstarfsmaður okkar, hann Benedikt Sveinsson, að hann þurfi ekki bara hreinlega að skafa í hálfleik. Mér sýnist það. Algjörlega, völlurinn var íða grænn áðan, hann er bara grænn núna, ekki íða. Góður bolti þarna yfir á. Kemst ratar yfir á Helga sem gerir hvað? Valdimar fylgir honum upp að endalínu og snýr tilbaka. Þarna Djuric, vel sett gert. hann bara markið drengur. Já. Það er fátt sem gleði með verið en Djuric sem skýtur fyrir þann teg. Það færi með gleði. Tarik. Nú er komin hérna bara alveg Þetta er ofan í góður tegin. vinstri fótur og hvað gerir Valdi? Hann snýr á hann og neglur honum fyrir og ekkert. Þeir eru mættir. Já. Frábær móttagatni á Tarik sem heldur pressuna áfram. Það er bara komin inn í tegin. Það er engin víkingur hérna núna nema Helgi. Viktor. Neglur honum yfir. Þetta er alveg þetta að segja þetta í góð sendingarna. Hann að munaði litlu. Aron kemur fyrir hérna en það er hot. Jæja. Nú er pressan að aukast aldeilis. Já, og ég held að held þetta sé bara spurning tíma hvernig þetta dettur. Já. Já. Ég ætla að spá því að þetta verði, við skorum í fyrir áleik. Það er ekki? Það er svo áhugavert að því það er svo mikið snjór og sjaldan sem við erum að horfa á fótboltaleik í svona mikil snjókomi. Horfðu á netið í mörkunum, það hangir eins og Þess vegna verður svo gaman að sjá að setja syngja. ykkur rass þarna. Já. Þetta er eins og þetta sé móti fyrir svona Það sé ykkur giant. krakka bara upp á markinu. Ekki krakkar í og svo fyrir mig svona risastóran risa. Svona eins og mig. Já, sæti hérna á og þetta væri rassaförinn. Já. Það má sjá það þannig. Ég sé það þannig, núna þú segir það. Já. Helgi og Valdi fær hann til lappirnar og hvað gerist? Ekkert. Markmaðurinn er þessu og ætlar að negla honum fram, hætti við eða hvað? Nei. Það djóka þess meira með hann bolta, nú bara þakka ég Guði fyrir að sé rauði bolti hérna í vellinu. Já. Já, Gunni, vel gert. Sterkan vinstri fót. Frábær sending þarna. Sem er næstu því sending. Vel gert Jón Guðni, Valdimar. Nú að halda þessari pressu. Já. Við erum að koma einhverjum tilraunum á markið. Láta hann að markmaður vinna þess meira fyrir kaupinu sínu. Hann er komið með 5-6 vörslur nú þegar. Lugum við svolítið kannski áhorfendum að snjórinn væri ekki að snjórinn sem snjór hana inn í stúkuna við þá sem komum hérna að horfa á leikinn, velveringar þessu. Daniel Helgi hleypur inn í bolti og komin inn í nú tegin var að fylla boxið. Já. Nei, það er engin. Aron Elís. Og gefur hann fyrir aftur, en það var ekki gott. Engin þar. Davíð skeiðar aftur, en Ekroth maður að meiri. Og það er mjög þægilegt að hafa þessa mennarni í vörðinni. Já. Og við erum að sjá það núna, þetta er fyrsti leikurinn í vorleikjánum eða þessum byrjunarásleikjum þar sem við erum actually með varnamenn í vörðinni. Það er frábær punktur hér. Og reyndar höfum við með fullskipaða varnamenn. Fullskipaða varnamenn. Það hafa verið svona 1 og 2 og kannski efnilegir og flottir sem eiga framtíðina fyrir sér en ekki fullgildir varnamenn. Nei, það verður náttúrulega rosalega gaman að sjá okkar færiska mann Gunnar Vatnamar koma aftur í lið. Já, og söknum hans mikið. Það er alveg magna hvað hann er búinn að stimpla sig inn í íslensku deildina og íslenska veruleika bara. Það sem kynnast honum vilja ekki afkynnast honum. Já, það fyndi og skilji ekki alveg hvernig þeir fóru að áður. Já, einmitt, það er náttúrulega að tala um stórkostlegan mann sko. Já. En það fyndi hvernig Arnar lýsti þessum kaupum á honum í viðtalinu, það var alveg, það var hilarið. Já, þetta er vel leist núna, Danni, já þarna er mátt bara koma á Danna. Nákvæmlega. Sammála Danna, sástu þetta? Já. Við erum sammála, hann er ástæður þarna sko. Ok, Aron Elís og núna, já. Jón Guðni, nú erum við farin að sjá hvernig leikmenn hlaupa á vellinum. Já. Eftir fótsporunum. Það er bókstaflega heatmap núna á vellinum. Já. Góður bolti þarna á Ella sem gerir hvað? Yfir hann, nei, dettur, skjóttu bara á mark. Ok, það er ykkur ástæði fyrir að ég náði aldrei neinum árangri í þessu. Kannski að því ég skaut alltaf á marki. Ég skaut alltaf á marki líka. Það er ekki? Þjálfarinn sagði alltaf við mig, ekki skjóta alltaf á marki. Já. Þannig að þetta gekk ekki upp milli okkar. Það er svoleiðis. Þannig að þú hætti bara. Já, Bjössi skýt bara markið að ég vil. Bjössi sagði bara mig, þú veist, farið bara að halda áfram á píanónu og trótið þar. Já, og síðan hefur ekki söguna meir, þú hefur ekki spilað á píanóið. Ekki síðan þá heldur. spila bara á Mac-tölvur. Heldur betur. Tarik. En hann sparkar undir hann, þú ekki fara að spjalda fyrir þetta. Hæ? Já, hérna. Þetta er hann að spjalda Tarik? Já, hann sparkar undir löppin á leiknismannanum. Nú þurfum við að kveikja á hitanum á kamerunum. Það er alltaf farið til fjandans hjá okkur hérna í útsendingunni. Já. Ég held ég sem er tækni til að gera það. Þið sjáuð á vellinum að þetta er ekki heatmap, þetta er kuldamap. Það sem við sjáum hvað allir leikmennir hafa verið. Jú, ég get ítt á kamera hítir, þetta er ótrúlegt.
Pældu í þessu þegar maður var lítill krakki, maður bara eitthvað, já, mér langar kannski að horfa á fótboltaleik í janúar. Það er ekki hægt, það snjóar svo mikið. En það bara framleiðir eitthvað sænskt fyrirtæki myndaður með hítara. Já. Magnað. Það er allt hægt á þessum áhugaveru tímum sem við lifum. Já, og var, hvað sem er, varhugaverðu. Varhugaverðu. Við boltan. Valdi, þvílíkt gengið þetta á honum og ég er sammála dómaranum að það. Já, það er Hjeldónum. Já, sammála. Klemd hann á milli sín og Hjeldónum. Nú skulum við sjá hvort að... Nú mætir Daniel nokkur degja, nei, býtu við. Tarik er búinn að taka boltan og nú skulum við sjá hvort Tarik sé geta að negla upp við slána og sjá hvort að stuttskapur markmannsins virki. Eða hvort að rassinn og reysanum fjúki. Eða það, já, hvort að er að rigna snjó inn í markið. Sjáum hvað gerist hér. Þeir eru þarna 3, Viktor Árlegu getur nú heldur með skora á aukaspyrnum. Já. Og skulum sjá, markmaðurinn stendur við stöngina og leiðbeinir vegnum. Hann vil hafa þá, en þetta er alveg á temmilegum stað, svolítið langt frá kannski. En þú getur náð honum upp og niður, alveg pottþétt. Þetta er eiginlega besti staðurinn sko í fjarlæði sko, þú mátt ekki alveg mikið nær sko. Já. En þetta held ég að verði erfitt fyrir markmanninn. Ég held að Tarik, ja, þú veist, hún er á Viktor með mitt, sérðu Viktor. Hann ætla bara að taka með vinstri, eins og mann gera þegar menn eru rétt eftir. Sjáum hvað gerist hérna. En það er komin 38 mínútur, Tarik gefur á Davíð sem vinnur hotspinnu. Það var trikkið sko. Þetta hefur verið Sölvi spesial úr Daldraumanna. Já. En nú er aldeilis farið að snjóa. Það hitt að vera eitthvað smá snjó, nú eru konar fliksur. Erlingur Ragnarsson var sannspár þetta fyrir leikinn. Já, það kemur snjór. Saðist ekki, hann gaf nú ekki mikið fyrir veðurspá kunnáttu Bensa. Það er svolítið skemmtilegt, við þurfum að ræða þetta eitthvað meira á skrifstofunni. Já. Það er einhver svona kergja þarna greinlega. Já, varandi veðrið. Ég er varandi sko spá Bensa með veðrið. Já. Það var svona mjög spesifik vel að. Já. Sjáum hvað Helgi gerir hérna, kannski sjáum það reyndar ekki. En við gerum okkur besta. Það erum heppnir að við erum í svörtum búningum, svo sjá, og boltið fer á fjær og... Nei. Já. Þessi fer aftur fyrir. Já. Oliver lenti hérna í smá svona snjó upp á öklum. Nú eru, 5 mínútur eftir rúmlega fyrirháleik. Já. Og ef við þekkjum þess að dómar að vera rétt í þessum vorleikjum þá er bætt við 0 mínútur, bara sekundum. Já, en held ég að þetta hafi nú farið nokkuð vel fram. Já. Ekki mikið tafir. En við gætum samið við dómarinn um að hafa hálfleikinn aðeins lengri svo við getum hreinsað á völlinn. Já, ég held að það sé ekki spurning að gera það. Tarik vinnur þarna boltann, vel gert. Helgi, Daniel skjóttu bara, hann vissi ekki að varnarmaðurinn þarna. Það vantaði samskipti. Og hvað gera þær hér? Komast þér út úr þessu? Nei, jú, eru heppnir. Já, bara heppnir, þetta er bara góð barátta. Og já, Davíð Allarsson kemur hérna, Erlingur Ragnarsson og við komum boltanum í öruggar hendur, eða ekki hendur, fætur Pálma. Og nú skiljum við á hverju boltin er appelsínugulur. Ég vona að við sjáum eitthvað hérna, kæru áhorfendur. Hér í búrinu okkar þá er ekki sérstaklega gott útsýni. Ég ætla að segja, ég ætla að sláði fannst, þetta eru verstu aðstæði sem ég líkst leiki hérna í húsinu. Þeir eru bara komin, hendi. Jöp, 40 mínútur liðnar, 5 mínútur í kaffið. Já, kaffið, góða maður, djúðlega er þetta gott kaffi. Ég ætla rétt að vona að hann, alltaf okkar allra besti Bensi sé klár á fjörhjólinu. Ég ætla að enda með smá myndatöku. Já, ég held að það er alveg þess virði, sko. Ég nota þetta í auglýsingar þegar við seljum húðnar og teppin og treflana. Fótbolti er spilaður allt árið kring hér á Íslandi. Það er bara svoleiðis. Pálmi, og nú neglar hann fram og er að vonast þess að hitta Helga en nær því ekki. Og leiknismenn á boltanum. Það eru bara nokkuð öryggir á boltanum finnst mér. Nokkuð góðir. Öryggir í eigin skinni. Tilbúin að taka áhættu sem hingað til hefur gengið upp. Og er að finna þessi svæði á milli okkar manna til þess að geta fært boltan ofar á vellinum. Sindri Björnsson með engast og menn eru alltaf aðeins hægir, menn eru að kuldin aðeins farin að býta menn. Menn farin að býta eftir hálfleiknum sýnist mér. Þarna munar Ingo Daniel kemist inn í hann í Jón Guðni nær boltanum og Tarik
Pálmi neglir honum fram. Þar Aldi, kemur honum aðeins áfram. Og hleypur vel, pressar vel. Það verður til þess að Oliver nær boltanum hér, en missir hann jafnharðan. Hvað gerist hér? Davíð nær bara boltanum og hann komin einn á móti markmanni. Hvað gerir hann? Hann sólar og neglir honum í mark. Davíð Atlason jafnar fyrir hálfleik. Við lofum ykkur marki fyrir hálfleik. Davíð Atlason, einn af okkar ástsælu sonum. Náði þarna að pressa leiknismanninn á jörðina, á rassinn og boltinn var hans í kjölfarið, sólaði markmanninn og neldi honum inn á nær. Frábærlega vel gert hjá Davíð Atlasyni, bakverðinum Knáa sem komið var þarna í fremstu víglínu. Við erum fegin því að markið kom hérna á, sunnanlega á vellinum, ekki rétt. Því að hérna, það heldur betur aðstæður hérna á... Sunnanlega á vellinum, það rétt. Ég veit ekkert hvað að segja, sko. Þetta hárrétt, það rétt. Já. Og hérna, snjórinn að gjörsamlega að myrða myndavélina okkar. Finnst öllu einhver því, það ekkert í því að gera. Já, en þetta var, markið kom á markabíndunni og hvað gerist hér? Heyrðu, þeir skora. Nei, það rangstaða. Við höfum aldrei áhyggjur þessu, Sverrir. Nei, markmennirnir dómararnir eru bara með allt á hreinu sýnist mér. Við höfum ekki mikið út á þá að setja. Hér skilaboð frá tækni deild Víkings. Já. Hittarinn á fullu á myndavélinni. Vonum að það geri sitt. Sjáðu og lítur nú upp og neldi honum fram. Já, og Valdimar næri boltanum, heldur honum. Næri ekki að koma honum á samherja. En hann reyndi sitt besta, var að nýta sér aðstæður, nýta sér hálkuna. Guðjónsson, nú 1 mínútu eftir. Það væri gaman að komast yfir fyrir hálfleik. Það væri ennþá betra. Þykjum það, góður bolti búinn að mega frábæra sendingar þetta Jóngunni. Þeir byrja afstöðu. Nei, færa það ekki. Og Daniel Djurits, nei! Þessi fór eitthvað úrskeiðis maður. Þessi fór bara af hægri á vinstri og í hælinn og tána og bergið og allt sko. Já, ég veit ekki hvernig tökkumenn eru í dag. Þetta ekki skútakkar leikur? Þetta snjótakkar. Snjótakkar, já. Menn eru á nagladekkjum. Fórir í hakum og getur hvað þetta? Þetta eru naglaskór. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega ofnið þarna. Þarna var hann í upplögðu marktækifæri eins og maður segir, en boltinn datt eitthvað vitlaust, sennilega út af snjónum. En hún bara rétt að detti í hálfleikinn 30 sekúndur í 20 sekúndur í lok venjulegs leiktíma í fyrir hálfleik. Já, eins og þú veist Sverrir, þá spái ég alltaf í hálfleik hvernig staðan myndi verða. Já. Það viðurkenna það milli okkar að ég spáði ekki að það myndi vera 1-1 í hálfleik. Nei. Ég lofa þér því. Já, Aron, vel gert. Það eru menn að gera þarna. Smá tróðningur þarna. Já, þetta bara flautar flautar af leikina 45-05 eins og við var að búast. Staðan 1-1 og ágætis fyrirhálfleikur að endi kominn á endapunkt og við erum nokkuð sáttir við að hafa náð að jafna. Við hefðum getað skora kannski 1-2 mörk í viðbót en á samanskapi þá eru leiknismenn búin að vera mjög sprækir. Gott spil, ná vel saman út af vellinum og eru bara nokkuð hættulegir. En við sjáum hvað setur í seinni hálfleik og sjáum hvort við skiptum mörgum inn á og kannski aðalfréttirnar eru þær að Bensi að svara kallinu. Hann mættur. Hann er horfa inni og hann hugsa með sig, ég get ekki hann að gert. Nei, hann byrjar á því að taka línundan sýnist mér. Bensi var nú eitthvað tekur hringinn. Hann tekur hringinn til þess að vita hvar völlurinn byrjar og hvar hann endar. Já, þetta verður áhugavert. Það verður bara skemmtilegt fyrir áhorfendur að horfa á þetta í hálfleik. Við hvetjum ekki að gera það, kæra áhorfendur. Þetta er svona eins og maður sér stundum á TikTok og þessum miðlum. Þetta er svona eitt af því sem maður er gaman að horfa á sem maður sér svo mikið árangur, miklu breytingu. Já, þetta er hérna ADHD sjónvarpið. Já, akkurat. Þráhyggju sjónvarpið. Þetta stendur minni svona maður að þrífa sundlegar. Já. En með háþrýstið þóttavél að þrífa eitthvað óbáslega skítið dót. En ég held að það sem að Benz er að hugsa er að ná línunum og menn allavega átti að sjá því hvar völlurinn er. Ég held að Benz í sínum ekkert að gera þetta fyrst skipti, sko. Það er ekki endilega að vera. Það þarf ekki að vera, sko. Það var reyna
setja ykkur að glæsilega myndin og samfélagsmiðlana að láta ykkur öll vita sem viti nú þegar að því að leikurinn er 1-1 í hálfleik. Já. Stórskemmtilegur leikur samt og það verður meira framundan. Við förum að fá okkur kaffi og kíkjum á okkur eftir smástund. Glæsilegt. Takk fyrir okkur.
Jæja, kæru áhorfendur, við erum komin aftur hérna á Og við sælumlessu. heimavöll Hamingjunar Já. og heimavöll gerfugrasinn sem ekki lengur undir snjó. Nei, og snjórinn hættir og hérna bara farið að viðra vel til fótbolta iðkunar. Og það var eiginlega þessna sem við ákvaðum að hafa bara fá mörk í fyrirháleik af því að sko aðstæður voru þannig að Já, þetta hefði eyðilagt endursýningarnar. það var ekki takt að endursýna það, við höfum ekki getað búið til almennilegt sko efni úr þessu. Sko, akkurat, þetta er bara nákvæmlega málið, sko. Við ákvaðum að henda bara í mörkin í seinni. Þannig að það verður Galores veisla, marka Galores. Nú er svo skemmtilega til að Bensi að klára síðustu endalínuna þegar að dómarinn komin út og all liðið. Já. Þannig að þetta er alveg að fara í gang. Vel gert, Bensi. Vel tímasett. Ég bara er sjokkeraður hvað þetta er gott hjá hann, sko. Fárlega vel gert. Þannig að ég eina ferð eftir. Hann er okkar 12. maður. Já, hann er Fjórhjóladrifinn. 12 til 2004. En nú er hann bara búinn. Leikurinn getur byrjað stórkostlegt. Já, þú ert á klukkunni. Ég er klár á klukkunni. Allt eins og það best getur verið. Og ég get frætt ykkur áhörundu góður það. Það er búið að skipta 2 leikmönnum út af og inn á hjá okkur Víkingum. Út af fóru Aron Elís Þrándarsson og Jón Guðni Fjólusson. Sýnist mér alveg 100%, já. Og inn á kom Daniel Hafsteinsson og Sveinn Gísli Þorkelsson. Já, frábært. Daniel númer 11 og Sveinn númer 3. Það er aldrei, er hann komin í Nei, hann er þrýsting? númer 2, fyrir Ætlaði að segja það. Afsakið. Úff. Hann er númer 2. Það er kannski ekki alveg, Nei, þristurinn var hérna það er búið að hengja upp í Logi rjál. sjálfur. Hann er upp í rjári hérna og Bensi, Æja, Bensi er búinn að drepa fjórhjólinu. Dómarinn byrjar að kveðju sem að Elon Musk myndi vera gagnrýndur fyrir. já, slunum ekki fara þangað, sko. Það er Þetta gaman er að tala triggerandi það er fyrir mjög mig, gaman að tala um þetta við þig. Þess vegna er ég að reyna að brydda upp á þessu, sjá hvort ég fá ekki eitthvað viðbröð. ekki æra ástöðu, hann segir mamma mér alltaf. Hérna, Mamma, gulddrengurinn má ekki æra nei, ástöða. gulldrengurinn, við Ég þurfum fór að nefnilega, ég fekk að fara heim með herði heim til mömmans að ná í stöff. Og þá heyrði ég það að hann er kallaði gulddrengurinn. Á fleiri stöðum heldur en er í Víkinni. Það er líka heima hjá honum. Kona mín sagði þetta best einu sinni, hún sagði nýbyrjuð saman fyrir 17-18 ára síðan. Sagði, Bryndís Björnsdóttir, það er ótrúlega hvernig hún náði að 3 engabörn. Já. Og hérna, það held ég segi bara allt sem þarf að segja. Það er enda frábær punktur. Þökkum móður minni kærlega fyrir það. Það verður gaman að kynnast systkinu þínum einhvern einn daginn og fara og bera saman bækur ykkar og sjáu þið Bensi, hann er núna að ganga frá línunni inn í Hann markinu. er inn á vellinum. Já, inn í markinu. Inn í markinu, það sleppur alveg. Já. Tvífull er hann geggjaður maður. Jæja, við þökkum fyrir Hann þetta. stendur sína plikt. Þökkum kærlega fyrir þetta, Bensi. Hann leipur og vonar að það kom ekki sókn á sig. Sýnst myndavélin búin að ná svona mesta snjónum af skjánum. Já, já. Þetta er allt að koma. Vonandi heldur dalur fegurðurinnar þessu veðri áfram. Bara bolti hérna. Nei, býttu! Hann er okkur. Ég ætla að hingra þetta í varinni núna. Svo ég get orðið brjálaður. Er þetta Gummi Auðuns og Bárður? Já. Þeir eru bara að færa markið hérna, hliðalínunni. Menn gangi í öll verk. Þetta er bara kaffinni maður, djöfull er þetta var besti kaffibólti sem mikið í dag, sko. Já. Reyndar svo fyrsti. Já, Daniel. Þetta var fullorðist. Vel gert, Dani. Það er fagmaður að ferð. Þetta er, ég held að veri ekkert margir, fólk verður ekki lengi að kveikja því hérna er fan favorite að ferðin, held ég. Já, ekki spurning. Núna er hann að spila við kjöraðstæður, snjór og kalt. Maður á norðan. Davíð sem að einnig var maður á norðan. Markaskorarinn í fyrir. Erlingur Ragnarsson og hvað gerir hann? Hann neglir honum fyrir og kemur honum fyrir og þar er Djuric, nei! Og þetta var markvarsla á heimsmæli, hvað er það? Já, þú ert búinn að jinxa þennan markmann í gang. Algjörlega, þetta er Bjarki Martínez í marki leiknismanna. Þetta var rosalega vel gert. Bara takk kærlega fyrir ekkert, Sverrir hérna, sko. Við setjum allt hrós á markmanninn og verum ekkert að hugsa hvort að Daniel hefði getið gert betur. Þetta var bara vel varið. Bjarki Martínez, það er bara sagt hér með Bjarki Martínez er fæddur upp í Breiðholti. Það heldur betur, þetta var hæstu hillu, ekki efstu. Helgi neglur hann, nei, hann tekur hann á örleik sem er vinstri. Góðu bolti og Sveinn Gísli, nei býtu. Hann er hérna rángstæður, dæmdur. Mér finnst ekkit ólíklegt að Sölvi kalli í hérna rannsóknarnefnd Alþingis sem gerir hérna skýrsluna þarna. Já. Það rannsaka hvernig staðan er 1-1. Já. Það þarf að skoða þetta betur. Já. Það þarf löglærðan mann í að skoða það, sko. Þetta er, en
Þetta er heldur betur, við erum að fá færi. Við erum komið 2 mörk, þú lofaðir hvað, 3? Já, allavega. Það var svona lágmark, ég skil þig, Já. tryggði þig. Þetta er ekki gott. Fyrirliðin þarna láta finna fyrir sér. Danni kunna meta þetta. Já, Klappaði bakið hann og sagði, vel gert. það er þyngd í þessu leiknisliði, sé ég. Þú lesa boltan hann vel á miðjunni. Úff, og hver gerir þetta? Já, okkar maður Helgi Guðjónsson gefur hann á Svein. Og nú er engin ástæður, þannig að núna er rétti tíminn. Já, og hann líkt kíkt þarna. aðeins síðan. Nei, þetta... Þetta er nú ekki sammálaðar líki hérna. Það Þetta þarf að var virka í ekki- báðar áttir. Þetta verður þá að vera eins í báðar áttir. Ef maður Já. snertir eitthvað, hafa aukaspyrna. Já, þetta var samt svona, hann leta aðeins finna fyrir sér hana. Og það er alltaf leið. Já, við erum Svo aðeins. sjá hvað Ellingur gerir. Og hann hleypur í Martínez. Sjáu þið Benza. Spólar þetta föllin. Já, Ég hef ekki fókuslar á hann leik. Sko. ekki. Þannig, nú eru 2 Danar í liðinu. Já, 1 Daniel og 1 Daniel. Já. Ég skil Djúrits hvor er og hvað. Hafsteins. Já, maður sér það á hárinu. Já, maður sér það á hárinu. Á hárlínunni. Viktor Pálmi. Pálmi komið langt út úr marki sínu, eða til hliðar þar að segja. Og Já. kemur honum hvert. Skopar hérna. Nei. Eins með nánu niður. Helgi kemst á milli. Kemur honum að Tarik. Við erum búin að sjá þetta í þessum vetrarleikjum að Tarik er að Þetta var vinna inn á snirtilegt. miðjuna. Vel gert. Þetta gerir Valdi, Daniel að Valdi valda. og Kondorum, já, og áfram strax. Þarna var það með aukaspyrnu. Valdi var tafinn. Þarna mikið. var Viktor óheppinn. Takkarnir í hælnum festust í vellinum og hann slæsaði boltan aldeilis. Þetta var góð sóknarubygging. Flott samspili á Danna og Tarik á miðjunni. Og Valda. Danni Vel Hafsteins gert. gerir þetta vel. Elli, Býtu, Viktor hvað, Valdimar, Lindur. nei, Valdimar er þessu. Tarik, þarna, nú erum við fann að sjá almennilegt spil. Þetta er Já. vel, þetta er fallegt. Gaman að Já, sjá og komdu svo. í miðina á svolítið svo, skemmtilegt. Hann er búinn að eiga nokkuð góð svona touch hérna í seinni hálfleik. Vá, hann er ískaldur í markinu maður. Hann er mjög flottur sko. Þarna á Daniel nær en með glæpsamlegum hætti nær hann að pota í boltan sem potaði aðeins í hælana á honum Kárasteini Hlífarsinni. Úlífur Vel hérna með gert. loftfimleika. Viktor á Pálma með velvakandi. Reglur hann við uppkantinn. Elli heldur hann minna á en beint á leiknismann. Já, Og við fáum yngast. yngast en Daniel Djuric tekur, já, hann tekur það. Það kemur Viktor í smá vandræði þannig en ég sér ákveld úr þessu, kannski hans að flýta svo mikið en Danni en Já, þetta minnaði litlu. nafni hans þarna í stendur í stóraðum. Sindri þetta á miðinni, hann var átti þarna góða engum á hann líka, vann boltan á miðinni. Sindri Björnsson, ég veit nú ekki meira hann heldur hann heiti það. Sem aðeins sko hann 30 árinu. Hann er búinn að fara víða maður. Valur og alls konar. Já, Já. Axel. Lítur hérna upp. hvert er hann á miðuna. Hann er, Já, þeir gera þetta ágætlega. Og þeir komin í handbolta tribute. kemur boltin bara inn í. Já, Sveit Gísli gerir þetta vel. Og Viktor, Viktor. nei, stungusendi hérna og Já, þarna mátti engum muna maður. nei, Pálmi velvakandi. Fylgdist vel með þessu og greip rétt inn í. Við sjáum að það er ljósmyndari á vellinum. Já, á hverja vegum er hann, veistu það? Bara góð spurning, ég átti mikið. Er ókipis inn á völlin verið ljósmyndari eða? Já, Vorum ekki að rukka í dag inn? nei, Nei, gaman að sjá. Það var getur verið, já, ég veit ekki hvernig er. ég heiti það ekki Hafliði Breiðfjörð, hann er stattur í Króatíu. Já, þetta er ekki hann. Náði flottum myndum af vonbrigðum gærkvöldsins. Daniel. Viktor Daniel hleypar til svæði, Hafsteins, þetta er vel gert. skemmtilegt. Tarik, Robert og yfir. Svona, og koma svo. Já, hann er búinn að fá skilabóðan Helgi, keyra Já. upp völlin. Þetta er Snúa tilbaka. Sveinn, Tarik og hvað gerum við? Elli hérna alveg úti.
Já, Viktor, vel gert. Já, snirtilega gert Frábærlega gert. Daniel neglur honum á Ella. Hann nær honum inn á, heldur honum inn á og hvað gerir hann? Daniel býður og yfir, já. Og þetta geggjaður skalli. Vá, maður. Valdimar. Þetta flott spil. Já. Setnaður okkur fyrir heldur betur vel að stað. Já, mátti engum muna þarna að Daniel Valdimar geti stýrt boltanum á markið. Og rétt yfir og framhjá sýndist mér. Þetta var svona, Valdi stemming. Hann var í háloftunum. Þess að hann mátt syngja í netinu mínu vegna. Við sjáum að þeir eru að hita mikið upp hérna á varamannabæknum. Kalli, Halldór Smári, Nikolaj Hansen, Stífur. Þeir eru klárir að koma inn á. Já. Já, ætli Pálmi fá ekki allan leikinn bara? 100%. Jokkum er búinn að vera eitthvað tæpur, veit ég. Axel gerir þetta vel hérna, nei. Þeir missa ná fram. Leikmaður nummer 3 hérna Bódanovic, hann er að fela sig á bak við Ella. Platan aðeins. Er hann svona grallari? Hann er grallari. Svein Gísli kemur hann upp kantinn. Íðum kurteisir eftir því að hitliðið þar sé að leiknir nái að koma sér í stöður. Elli gerir þetta vel. Hvað gerir Elli? Þvílík markast aftur. Vel gert hjá markmanninu til að leipa hann í markið og Elli neglur hann fyrir og þar er akkurat enginn. Jú, Tarik nær frákastinu og nær skotinu en ekkert verður úr þessu. Leiknismenn spila út úr þessu, fallega gert hjá leiknismönnum. Axel Freyr. Kannski er þetta að velja mannleiksins eftir 54 mínútur. Ég held að markmaður og leikni getur alveg gert smá tilkall. Hann er algjörlega 100%. Búinn að vera stórkostlegur í dag. Varna því að Víkingarnir skori fleiri en eitt mark. Eitthvað geggja nafn. Bódanovic, þetta er eins og þetta séu sko leikmaður 80s í Premiership sko. Þannig Sveinn Gísli Oliver og Viktor, þekkjum þetta uppspil svo sem ágætlega. Og menn orðið 5 og 6 í fremstu línu, bara býða til sendingunni. Það er eitthvað búið að svissa í hálfleik. Það er meiri áhersla á sóknarlínuna, sýnist mér. Það gerir Sveinn Gísli vel þarna, kemur Viktor í reyndar í smá vandræði en hann lýsir alveg frábærlega vel úr þessu. Og nú er það búið að opna reyðilega leiknismanna smá. Helgi, hvað gerir hann? Kemur hann fyrir eða hvað? Sveinn Gísli. Það var ekki nægilega góð ástæða að koma hann fyrir, samkvæmt Helga. Valdimar. Vel gert. Hornið. Já, þetta er álitlegt. Já. Það er eitthvað pæling í þessu og þetta er að virka. Gott að maður hefði ekki smá hárþurrku hljóð þarna í klefa í hálfleik. Já, það var Ottesen veldið að hvæsa sig. Já, byrsta sig aðeins. Kannski skiljanlega, það var alveg á köflum, fínir kaflar í fyrirháleik en hérna heilt yfir var þetta ekki sannfærandi. Nei, það vantaði svona þessi áræðni. Þetta, sko, við ætlum að taka þetta. Seinni hálfleikur nefnfólk þannig, hann fer þannig að stað, sko. Klálega. Við hengum okkur, bara eitt kaffibótli getur komið góðu skapi að staði okkur greinilega. 56 mínútur linar á þessum leik og staðan ennþá 1-1. Völlurinn orðinn í það grænn aftur. Já, Vílinn er að bræða síðasta vatnið af hérna. Viktor kemur honum fyrir. Það er Ekroð og kemur honum fyrir og hver heldur honum inn á? Daniel. Og Djuric hugsa málið. Daniel þetta saman. Leipur síðan upp að endamörkum og næri aðra hátbyrnu nú frá hægri. Já, hreinsar snjóinn að gýringunni. Takk fyrir þetta, nei. Helgi Sigursson kemur hérna hlaupandi yfir. Helgi Sigursson, ég kalla hann alltaf Helga Sigursson. Já, og það er út af svolítið. Er það? Já, Helgi Sigursson var einu sinni, er einn af sonum Víkings. Já, Hákallinn. Algjörlega. Hún er þjálfari Fram, er það ekki? Jú, aðstæðulega þar. Tarik neglunum til að vera viss. Það er svo langt. Hann er alltaf bombónum fyrir vantilega. Viktor biður að hafa boltan á jörðinni, takk. Saman á því. Dómarinn fyrir að vera kalt á puttunum. Nú var það kallað í varmenn að sjá sýnist Aron Baldi vera að tala við Karl Friðleif. Sýna honum eitthvað upplegg. Þannig að við vonum því að það gerist hvað úr hverju. Já, þetta er skemmtilegt þjálfarateymi. Þetta er góðir drengir hérna, Víkingar. Og Aron Baldvin er náttúrulega bara Víkingur. Daniel Hafsteins koma svo. Og reglur honum inn fyrir á Daniel Djuric. Nei, ég var hann rángstæður. Þetta er klaufalegt. Ég sé það ekki hérna en... Hann er dæmdur rángstæður og það er klaufalegt. Hann hafði alla línuna fyrir fram að sig. Hann satt aðeins eftir. Það er að koma skiptinga dýrar í gerðinni núna, takk. Já. Stígur til í hann.
Nikolai, Hansen. Kalli Friðleif, Karl Friðleif segi ég. Já, Þetta er ágætis leikmenn á leiðin inn á. Og Halldór Smári líka ekki. jú. Eða hvað? Þeir eru allir að horfast upp buxunum, jú, að fara upp buxunum, þannig að þeir fá hérna hálftíma til að sýna sig. Allir leiður Stígur labbarinn á vellinu, ekki þá er leikurinn orðinn ógildur. Jú. Það er víst þannig. Það er 60 skall. Er Stígur að borga þetta sjálfur bara? Já. Já, Við höfum aldrei borgað þetta fyrir hans. Nei, frábært. Og sendingin fyrir og hammerinn er næstu því komin í gegn, hann er komin í gegn, bara engi bolti. Davíð Atlason, þeir verða fyrir og koma honum og hvað gerist? Axel Freyr, vel gert. Og þeir halda áfram. Leiknismenn. En þetta var ekki gott. Helgi komst á milli og hleypur síðan allt hvað hann getur upp vinstri kantinn og fær boltan frá Daniel og þeir hlaupa inn áfram. Daniel alltaf fram. Og hann vil fá hann tilbaka. Helgi kaus hotspyrnuna. Já, gaman svo Daniel Djúriðsson. Þetta er setjanleikurinn búin að vera alveg bara flottur. Já. Það eru gæðið þarna. Ég hef vel eins og Bjarni Viðarsson myndi segja. Hvað myndi hann segja, Sverrir? Það er gæðið þarna. Gæðið og fleira. Gæðið og fleira. Og ég ræddi við Tómas Þór Þórlarsson daginn þessa setningu, hann telur það að Bjarni hafi sagt þetta einu sinni. Já. Fattarðu? Já. Þetta er það sem við gerum, sko, sem þjóð. Já. Hann þarf aldrei að gleyma þessu. Það er gæðið og fleira. Sjáum við hvað Viktor Örlygur Andrason gerir. Hann er með spyrnufót. Sölvi er að senda ykkur skilaboð þarna eitthvað kerfi. Já, þeir sitja allir og horfa á bókina hjá Sölva. Svo sjá. Boltinn fyrir að fjastningina. Þar eru tveir menn. Það er Óliver Ragnar. Mark. Óliver Ekroth. Þetta var vel gert, flott hotspyrna sem endaði á kollinum á Óliver Ekroth sem var þarna aðleitna fjær og stangaði hann í nettið. Spurning hvort að Arnar Gunnarsson takk ekki ákvörðun að ráða Sölva bara aftur í teimið eftir þetta. Það er hugsanlegt. Kási hefur gefnað því. Nei. Það er bara svo leiðis. En það var fyndið að heyra útskýringar Sölva á þessu. Avansvist hringdi hann alveg brjálaður. Valdimar að fara út af og Óliver að fara út af. Halldór Smára kom inn á. Davíð Atlason að fara út af. Elli líka verið út af. Óliver Ekroth. Davíð Atlason að fara út af og Nikolai Hansen kom inn á. Og svo er Erlingur Ragnarsson að fara út af. Og Karl Friðleifur kom inn á. Stígur Diljan kom inn á. Og það vantar einn sem fór út af. Nú vantar okkur Pablo. Elli fór út af líka. Elli, Óliver, Davíð og Valdi. Valdi, já. Ekki. Davíð, já, ok, þá er þetta komið. Það vantar ennþá Pablo Punjet. Það vantar ennþá Mattías Viljánsson. Já. Og það vantar ennþá Gunnar Vatnavar. Og Ara Skúlason. Ara Skúlason. Ara Skúlason, já. Það vantar hérna Ingvar Jónsson. Ara Sigurpálsson ætlaði að segja. Það vantar nefnilega marga leikmenn í dag. Og stóra manninn, Atla Þór, mikið gleyma honum. Já, Atli maður. Mjög spennt að sjá hann. Hann verður eitthvað, hann er, svo sagt er á enskunni, absolute unit. Staðan núna 2-1, 62 mínútur liðnar. Mun betur framist að hérna í setni hálfleik heldur en í, kannski í þeim fyrir og kannski fyrir leikjum bara, heilt yfir. Miklu þéttara. Fyrsta skipti sem komist yfir. Já, nema móti FH í Bósbikarnum. Ef við tökum bara Reykjavík móti, já, þá Bósbikarnum það var öðru sem mót, það var fyrir áramótið ekki. Jú. Það rennur allt saman eitt hjá mér. Já, það er rétt. Það mistur svo að sé 2 mánuðir sem ég voru með það síðast að byrja undirbúinstíðanbilið. Við erum ennþá með tíðanbilið. Pressar, hvað gerir Örlygur á þeir negla fram. Halldór Smári mættur hérna í síðbuxum, enda vel gefinn. Það er nefnilega, það var leikur hjá þriðaflokki kvenna núna á miðvikudaginn. Það var fílsleik -12 og það var engin leikmaður á vellinum í síðbuxum. Magnað. Stígur gerir þetta vel hérna. Gaman eins og hann kom aftur í Tarik. Í dalinn.
Og hann Vel gert, ekki frábær rangstæður. sending. Karl Þetta er Friðleifur. Nikolai. Nei, þetta er ömurleg sending, en ok. Vá, heyrðu. Þetta var ömurleg Við sending. erum ekki með neitt filter á Nei, þetta er bara ég ætla að segja kóarunum mínum hérna í dag. Æ, þetta var ekki góð sending. Þetta gera var þetta vel vel. gert, engin rángstaða. Þeir eru komnir og margir víkingar með og, já, vel gert. Þeir eru frá boltanmattur, hammerinn. Getur hann hamrað einn? Nei, Daniel. Þetta gerði dómarinn, ég ætla að gefa honum fáránlega gott peppir þetta. Já. Það fekk leikurinn að fljóta. Já. Mjög vel dæmt. Þeir áttu síðan sín hana. Hefðu getað nýtt hann betur. Já, þetta var hættulegt. Axel hérna, vann hérna vel í komið sér sóknarstað. Daniel og Halldór Smári leika sér saman aftast. Nikolai langar að snerta boltan, hann fær það ekki. Afsteins. Já, hann er bara með þetta alveg í fótunum. Hlakka til að sjá hann en í sumar. En kannski þekkir ekki þessar aðstæður í Fossvoginu þar sem er alltaf hlýtt og gott sumarinn. Það er rétt. Það er alltaf svo óhlýtt og ekki gott á Akureyri á sömurinn. Það er alltaf eitthvað þokað þarna. Eitthvað svoleiðis. Hnjúka þeir. Danni og Stígur í gott hlaup Vel þarna. gert Stígur. Hvað gerir Stígur? Hann gerir þetta frábærlega og hann skorar. Stígur til Jan Þórðarsson. Við verðum að stoppa hljóðið bara til að nefna þessa mynd sem er að stíga þarna uppi. Þetta er stórkostlegt. Ég er ekki viss að hann sé sáttur við höfum hana alveg þangað til að leikurinn byrjar til að gleðja Stíg. Frábært mark. Frábært mark, vel gert. Þarna sýndi hann okkur hvað hann getur. Cool, svalur fyrir fram á markið, gerði allt rétt. Sterkur, snöggur, stóða sér þarna varnarmanninn og bara rólegur. Já, bara gæði og fleira í þessum dreng. Heldur betur. Það þökkum fyrir þessa sendingu frá Tríestína. 3-1, 65 mínútur liðnar. Og þessi 3 mörk sem ég lofaði hjá okkur Víkingum kominn. Já, við erum að nálgast þetta meðaltal. Já, konum 4 mörk í leikinn. Og einhverja líkur á því að þau verði fleiri. Við sjáum að það er miklu meiri ákefði í okkur Víkingum núna. Menn eru... Svo kannski líka svo nefndir á, það er kannski ójöfnum saman að bera sko, að þessi leikmenn þó að séu komur úr smá fríi í Víkingarnir. Það eru þeir náttúrulega búin að vera bara á tímabilið þeirra gangi sko. Já. En leiknum spilaði síðast náttúrulega leiki almennilega í október. Það líktur að septemberlok. Svo smá Reykjavíkurmót. Stígur, hann er með frábæra tækni þarna. Frábært Helgi, aðeins svo langt. Minnað Ingu. Gaman að sjá hvað Danni er mikill fókuspunktur í uppspilinu hérna, þetta er skemmtilegt. Það er nýtt fyrir hann að vera svona tengið þetta saman. Axel, hvað gerir hann? Hann er gerir komin á þetta hægri, frábærlega. hann er að skjóta markið og já. Þetta var ágætlega gert. Þetta mátti engum muna. Þarna komst hann bara óvaréttur í gegnum alla miðjun okkar og vörnina. Sölvi er eitthvað að láta menn heyra þarna á bekknum. Það er ekki Aron Baldur hann hliðina á honum og Viktor bara fær sér sæti. Vörnum, já. En 25 mínútur eftir, það er nóg eftir. Já, fullt af mörkum í boði, hugsanlega. Eitthvað að fara að gerast í þessum leikið, þú getur lofa eitthvað því. Karl Friðleifur kallar á boltan og færa hann. Tarík. Gott að hama vakandi þarna. Já, miklu betra að vera fókusjóraður á verkefnið. Halldór Smári. Og Kalli fann að stað. Neglir hann fram. Frábær sending af Viktori. Karl er fljótur og sterkur. Já. Finnur hérna Djuric með sér. Hvað gerir Djuric? Hann langar að skora. Ég veit að hann langar það. Og neglir hann fyrir, vel gert. Góðu bolti á Helga. Nei. Snýr baki í boltana því hann er eitthvað smeykur við mennina hana. Já, eitthvað við gerst þarna. Vaða í þarna þess. Þetta er náttúrulega, aftan en læri ykkur leiðindi held ég. Ekki gott. Við erum leiknismenn. Já, við þurfum að senda einhverja skýrslu á spýðdjómenn í Svíþjóð. Það er alveg að bráðna snjórinn en það er ennþá smá raki á myndavélinni. Ég er ekki alveg ánægður með þetta, skal við ekki. Nei. Þetta er alltaf lægi, sko. Já. Þetta er ekki eins og ég vil hafa þetta, en... Þetta er ekki til útflutnings. Nei, en við getum ekki beðið mikið meira. Síðustu 10 mínútur í fyrri áleik voru, þá er ég bara mjög þakkláttur að við getum sendt hennar leik út, sko. En leikunum smá stoppnuna, við viljum ekki að stoppi lengi, það er kalt úti og
hamstringin aldrei hrifin af kuldanum og stoppinu. En ertu búin að átta þig á því að hamstring þýðir hásinn á íslensku? Ha? Já, er það ekki? Nei, hamstring eftir en læri. Já. Já. Er það ekki hásinn? Nei, hásinn hérna, býtu. Er það ekki hamstring? Nei, ég heldur að fara með rátt málið það. Ok, það getur verið. Ég ætla bara að halda á. Ég ætlaði bara hérna láta þið vita það og spyrja okkur var ég skýrði eftir þér? Heyrðu, nú stoppar ég. Ha? Nú stoppar ég sko. Er þetta því hún er svo góð í tæknimálum? Hvað heitir ekki Achilles eitthvað tendon? Er það hásinn? Það er hásinn held ég sko. Ok. Nei, ég meina, ertu búin að átta þig á því að það er búið að skýra líkamspart eftir þér? Er það Hásinn? hásinn? Það er, takk fyrir þetta, kella. Þetta var nýtlega vel að pappabröndurum. Þetta mátti ekki miklu muna. Við erum enn að mæta korteri fyrir leikslokk. Raggi Kristins mættur hérna með kaffibólla. Já. Ég held að hann alltaf fari í sko pulsunar. Við ætlum að Hann fór að pulsa sig upp. Við ætlum að tróða pulsum hérna í reyfurnar í stúkunni. Já, ok. Sjá hvort það passi, hvort við erum að kaupa meira. Þannig að iðnaðarmennirnir í okkur eru mættir. Er þetta enn frekari vinsla á Lárustofu og Já, frekar? það verður að reyna að koma í veg fyrir leka eins og hægt er. Þetta er náttúrulega ótrúlegt hvernig við náðum að taka frá því fyrra. Þeir eru búin að gera alveg kraftaverkana niðri. Þetta er bara að vera ótrúlega skemmtilegt og heldur áfram að vera skemmtilegt. Sjáum hvað ég gera hérna. Þetta kemur Helgi á Stígur. og Stígur fer á hægri og hann er búinn að fá Fíla Stíg, hann er aðeins meira progressiv, hann vill senda boltan áfram. Algjörlega, hann er alveg bara kartlilegur, hvað gerir hann? Snýr við og kemur hann á Daniel, vel gert. Og Aftur, þetta og er hvað frábæra- gerist? Nei. Úff, þetta var svo fallegt. Fallspil. Já, Tekjum var þetta. kannski sendingin aðeins svolítið fyrirsjáanleg en þetta var rosalega vel gert fram að því. Já. Og nú er aldeilis að borga sig að Bensi kom með skófluna og hreinsaði marklínuna þarna úr þessu marki Já, hann ekki, það rúla bara og hreinsaði það restina. Þess vegna er þetta að spila þetta mark, annars væri þetta bara alltaf ómark. Ómark. Nei, hámark var það. ámar. Jæja, Helgi Guðjónsson. Helgi Guðjóns. Danni hérna fyrir utan, lúrir, vill fá hann í lappirnar og hamraninn, við þykjum það líka með þökkum ef það gerist. Nei, það er opið útsferðir. Það er svoleiðis. Hvað gengur okkur til? Helgi Guðjóns. Og nei, og já, Hann fær hann í Daniel lappir. fær hann og hann er tekur, nei, fer á hægri. Já, Fallega yfir virkilega vel Helga gert. sem passa sig að verkir ástæðinni. Setur hann á vinstri og neglir hann fyrir. Og Daniel þetta- í! Þetta munaði litlu. Danni er örugglega komið með svona 3 í XG í dag. Já. Solid. Bæði fyrir og setni. Ef ekki segja hann skuldi okkur eitt mark. Er það ekki bara? Jú, hann er kominn í smá skuld, Þú var að sko. senda þetta í nefndi? Já. Já. Raukumann, hann langar líka að skora, hann finnur lyktin af markinu. Nú erum við farnir í pressuna og þetta er að virka. Heldur betur. Já. Það er eins og að hafi komið aðeins meiri ákjæð með varamörunum inn og með seinni hálfleiknum. Já, hann hefur ekki sett á max stillingu á hárþurrkunan Sölvi. Veit ekki. Stígur hérna með svolítið pláss fyrir á miðjunni. Hann er gaman að sjá Karl Já. bara henda beint á hann hérna. Já, hann opna, líktu við, já. Nei, Það fór það hann tekið hætti fyrir. við Tarek og við förum inn að hefðbundu leið. Daniel vill fá hann og færa hann. Líður vel þegar Daniel fyrir boltan, Já, Hafsteins. sammála, þetta er svolítið svipað eins og Pablo fær boltan. Já, þetta er frábær sending á Stíg. Hann Ég tekur þetta hann með sér. fáránlega Og- vel, drengurinn. Og hvað gerir hann? Nei, Ó. þarna var hann uglaði hann ekki að sér. Já, samt alveg Þetta var mjög vel gert fram að því. tókaði í hann þarna. Já, klálega. Já, Já, Sveinn Gísli, afsakið. Þetta Já, var vel fullorðins. gert og Karl Friðleifur. Nei, það var ekkert að þetta. Jæja, Hann ætlaði að fara á hestbakk. já, Má ekkert lengur í fótbolta. Sindri Björnsson gefur yfir á Bogdanovic Þetta var, sem gefur á Kárastein. Þetta eru snillingar. þetta hefur ekki verið Bótan. þægilegt að náða hann hjá Sveini Gísla og leiknismannunum. Sveini setur Gísli þeir. hreiðist ekki. Og Daniel Daniel Dejan. Ge- Þetta hefði hann mátt vera aðeins ákveðnari. En ok, Nikolai, Sindri. Og þeir halda áfram og ná að halda boltanum hérna innan sinna raða. Og hvað gera þeir upp hægri kantinn? Já, Vel gert, vel virkilega vel spilað, gert. flott spil. Já, Og hvað, bíddu, heldur bíddu, bara bíddu. frá endalaust. En fær ekkert á Bótan tekur hann og hvað getur hann með vinstri? Hann gefur hann áfram. Það er svo ekki alveg vissi hvað ég að gera núna. Nei. Þetta var frábælega gert Ég þannig held að þeir þetta. hafi ekki átt að rekna með að koma svona ofar á vellin.
þessi númer 10 þarna sem kom inn á hjáleik þarna á hann Skelsen VSLI, hann leftari, þetta fíla ég. Skjelsen, Númer já, 10, við sko. pældum ekkert í því hver komin á þeim. Nei, það ekki okkar starf. Nei. Þessi farinn. Já. Þarna sáum við lítinn Víking borða ís, eða snjó úr tunnunni. Klassíst. Þetta klassískt tema. Það ekkert Verður aldrei gamalt. Þegar kemur snjór, þá íþrótt líka sjálfur bara hvað með smá snjór, sko. Það máltíð. Þá frí máltíð allstaðar. Halldór Smári ætlaði að koma núna að kalla en leiknum loka vel á þetta. Viktor. Ég munur núna sá að við erum að fá bolta tilbaka núna, við erum að fara miklu hraðar upp með hann. Í fyrra leik var þetta svolítið staðnað. Já. Það ekki fyrir því að fara núna í seinni. Erik og Pálmi treysta Pálma mjög vel. Já, hann búinn að eiga bara frábæran leik í dag. Ekkert að því. Halldór Smári. Og nú þetta spurning hvað Pálmi gerir. Já, hann bara missi boltan hana og fer í tæklingu og fær hættilega rautt spjald. Þetta var svakaleg tækling hana. Við vorum að segja að treysta Pálma vel og hann góður í löpunum. Það sem við eigum að gera sér. Við eigum ekki að vera að hrósa eða gagnrýna nokkurn einasta. Þetta var hrein og klár skelfing og þetta á ekki að sjást. Já, þessi tæklingar. Þetta á ekki að sjást á heimavelli Hamingjunnar en þetta á ekki að sjást í efstu deildinni. Ég segi það og skrifa. Pálmi þakklátur að þetta mark var skorað, en ef þetta hefði gerið mark, þá held ég að hann hefði ekki rautt spjald þarna. Já, þetta bara skjóttu bara út af. Vertu maður til þess að gefa horn frekar en að gefa mark, sko. Algjörlega. Svo fer þetta með hausinn á mönnum þegar þetta gerist aftur og aftur. Já, það verður þetta svona fasti, sko. Já, þetta ekki gott. Nei, en nú þurfum við bara að skora, nú komin 5 mörk. Sem við lofum því. Já. Danni og Nikola gerir þetta vel saman þarna. Mjög vel. Karl Freyleifur. Það eitthvað gerast inn í bóksinu þarna, Stígur og Helgi á leiðinni. Og Karl Freyleifur nær utan á hann og nær sendingunni og þeir koma þessu í burtu. Sveinn Gísli. Vel gert. Helgi neglur honum, allar að koma honum út í teginn, tekst ekki. Tarik og Daniel Hafsteins. Tarik hérna saman. Helgi kloppar hann bara. Vel gert. Munnaði einhvað og Sveini mista aðeins af boltanum. Og hvað gera þeir hér? Leiknismenn, vel gert. Frábælega vel gert með þess að. Svo hleypur hann upp og fær boltan aftur. Já. Það verður einhver nýstýting sett að Hárþurkunni að þetta fer í 3-3, held ég. Og fín sending inn fyrir, eða þannig. Það endar í útsparki. Já, markspyrnu. Alltaf við tekin rétt hjá markinu. Það ótrúlega skemmtilegt, hún alltaf tekin í einhverja ramma. Já, sem heitir markteigurinn. Og eru bara með 1 bolta á vellinum. Sem ætti að heita markspyrnuteigurinn. Ekki markteigurinn. Já. Þetta óþarfandi. Það örugglega margir sammála okkur núna. Markið nefnilega fyrir utan markteiginn, það að segja fyrir utan völlin, skilur. En sko, veistu hvað Hvernig getur markteigurinn verið markteigur þegar markið ekki markteig? Ég veit það. Það sko, einmitt, en ég sko það sem að pera mig mest í fótboltan, það þegar þú skýtur á markið og fyrir stöngina. Já. Þá var það off target. Það var eitthvað snillingur að hugsa, ef hann færi á markið, sko, þá fær hann inn í markið. En þegar hann fer bókstaflega on the target. Já, þá var hann off target. Já, það galið. Ég hvet alltaf þess að breyta þessu. Ég ætla að senda kannski bara mail á FIFA eftir. Já. Við erum að reynda við Júfa, við erum alltaf að senda e-mail á Júfa. Já, það bara fagleg samskipti og samvinna. Já. Nikolai komur þetta upp á býtu. Hann svo kaldur, sko. Hann bara frosinn, hann svo kaldur. Og Bjarki Martínez. Já, lítið eftir hvart yfir honum í dag. Sem leiknismæður. Búinn að fína leik. Ég bara svo flesti leiknismennir. Búinn að vera bara flottir. Axel og Köflum búinn að vera hættulegur. Hann að spila bara fallega upp, sko. Já, þá kemur Halldór Smári og sópar þessu öllu upp. Ekki í dag, strákum mínir. Átti ekki Halldór Smári að vera í banni, eða? Býtu, já. Fólk fekk hann ekki rautt? Nei, það var ekki í síðasta leik með það. Það var í þar síðasta leik. Ok. Ég held það. Annars þetta náttúrulega bara að koma út í hverju vitleysu. Þá verður nú King Mike ekki sáttur. Nei. Sá fagleg. Hann fikk rautt á móti KR og var svo í banni móti Fjölni. Ok. Þannig passa okkur að mála ekki skrattan á vegginn. Nei, ekkert rugl. Glæsli mynd hérna frá Elvari Geir Magnússyni ritstjóra fótbolta.net. Hann á staðnum, ég sá hann þarna. Stórkostleg mynd sem hann tekur. Víkingur fær flottan undirbúning fyrir Panathinaikos og við bara vonum að það verði sömu aðstæður í Helsinki. Já. Kunnum vel við okkur í svona aðstæðum. Tari gerir þetta vel, þetta og Kalli ennþá betur. En
Já, bolti fyrir upp í stúku. Sá númer 4 sem komin inn á, Patrik Hrynjevici. Kemur hann út fyrir hliðalínuna. Það nálgæðist með hérna okkar besti sem mætti hérna fyrir leikinn og var með Eurovikes flaggið á djúrkvartaleiknum. Hann bauð okkur það til láns til að taka melli Helsingi og ég sagði bara þakka þér kærlega fyrir. Gert. Þykjum það með þökkum. Þannig að þetta ætlar ekki að mæta. Nei, hann kemst ekki því miður. Stígur. Viktor Örlygur. Og hann sá þetta hlaupið. Góð hugmynd. Bæði Helgi og Nikolai í góðum hlaupi. 12 mínútur eftir. Við sættum okkur ekki við það að leikurinn endi 3-2. Þetta við þurfum 1-2 marki viðbót. Er það ekki? Þurfum við ekki aðeins að hafa verið óbúslega gott og gaman fyrir okkur Víkinga að Daniel Dejan Djuric myndi ná að potin einu. Já, ég hef bara Nikolai líka. Ekki spurning, en ég held að Daniel hefði svo gott að því að klára eitt gott langskott beint á ramman. Já, ekki stöngina. Nei. Axel hérna út í vinstra megin. Karl Friðlefi, þeir voru nú liðsfélagar á svonum tíma. Ágætlega gert, en þetta er bara æfingabolti fyrir Pálma. Boltinn út af Við finnum Halldór Smára að nú fer að snjóþyngja aftur hjá okkur hérna. Já, fer að kíkja niður snjó. Ætlum við ekki að stoppa leikinn og Bensi að koma reynsa eftir smá stund. Helgi. Fiskar ingast. Vel gert. Það er að detti 8-10 mínútur, það er að segja að það er cirka 10 mínútur eftir af leiknum, staðan 3-2 fyrir Víkinga sem að myndi þá verða fyrsti sigur í Reykjavíkurmótinu þetta árið. Þar til hann dæmdur ógildur. Já, það er hárrétt. Það er að segja fyrsti sigur á 90 mínútum. Svo töpum við alltaf leikjunum í KSÍ á höfuðstöðunum. Já, þetta er ótrúlega skrítin, þessi herrferð KSÍ manna gegn okkur. Þeir eru óvægnir. Þeir eru óvægnir. Þetta er náttúrulega ekki hægt. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt að vera að fara eftir þessum reglum. Nei, þessar reglur næri. Þú varst nú aðan að tala um að lögin verður nú bara til þess að segja þér, sko. Já, bara Til að hendar. Sveigjanlegt. Já. Já, Stígur er svo góð drengur. En ég fatt ekki, er skýring á þessu, er þetta alþjóðlegt vandamál? Þetta með Stíg og hérna, að því að leikmenn utan, bæði kallakonun er að koma líka áslögt og... Já, þarna ertu. Vel gert, Daniel. Komdu svo, 3-2. Hvað gerir Daniel? Hvað gerir hann sjálfur? Nei, á Karl Friðleif sem gerir hvað? Ætlar að skora sjálfur. Hann stendur alveg eins og Martínez fóstbróðir sinn. Hann fer aldrei niður. Það meinti mann á Viktor hérna í... Mjög vel gert. Bjarki Martínez. Axel Freyr kemur honum yfir á nummer 14 sem neglir. En við komumst fyrir leikmann nummer 14 er engin annar en Davíð Júlían Jónsson sem kom líka inn á í hálfleik. Hann var erfiður okkur hérna, minni mig í fyrra. Já. Þá stóðu líka leiknismenn heldur betur vel í okkur. Og hvað gerir Pálmi núna? Nú gerir hann rétt en neglir honum fram. Ekki með neina sýningu. En já, veistu það, ég ætla að spyrja það með er þetta alþjóðlegt vandamál með Stíg og Áslaugu Dóru í meistaraflokki kvenna og svona, er þetta þegar að koma utan þá er hvað 5. febrúar held ég leikdagurinn sem við að spila. Er þetta ekki sem KSÍ getur breytt? Ég bara veit það ekki, sko. Það sem þeir geta hugsanlega breytt og Reykjavík er að hafa þetta ekki KSÍ mót. Já, hafa þetta bara utan. Þá er þetta bara eins og þungavíktarbikarinn að það geta, þú mátt bara hafa það leikmann sem þú vilt. Þá er þetta ekki, þetta var touch. En hérna, hingað til hafa menn ekki viljað það og vilja hafa þetta sem KSÍ mót. Okay. Og þá eru reglurnar svona. Og þá er bara, þetta er þá alþjóðlegt, þetta er ekki sem við getum bara breytt á ársþingin núna eftir ég bara veit það ekki. Við tókum umræðum það er að segja í Víkingsmenn. Já. Hvort við ættum að koma með einhverja tillögur breytingu á leikmanna á gluggunum til þess að þjóna betur hérna Evrópu ævintýrunum og við komumst að þeirri niðurstöðu að við fundum ekki betri glugga eða betri dagsningar því að þú fær þarna eru þeir að gera ágætlega við fundum ekki betri hérna, það eru reglur sko, við höfum ákveðin sveigjanleika það er að segja hvert land hefur ákveðin sveigjanleika en það verður að vera svo margir dagar og milli þessara dagsninga. Ok, þannig að það þýðir fyrir mig að hafa skoðum með langar að gluggjum opna 1. janúar og það er bara opna fyrir annar staðar. Já, og svo viljum við sko eins og væntanlega öll lið hérna, hafa þetta inn í mótið svo getur skiptum með einhver meiðist og það eru svo margir hagsmunir. Þannig að það er aðstæðanlegt þá er þetta ekki bara... Þetta er ekki úr lausu lofti gripið. Ok, það gleður mig fram. Sákuleik sem að gera hérna, þið viljum væntanlega jafna leikinn. Við viljum ekki sjá það. Við komum hann frá Helgi Sigursson reis þarna hestmanna í tegnum. Það er... Já, þetta kyngir niður snjó hérna í Fossvoginum. Bótan á Ingastið. En við lifum
Það er ekki vanur að sjá svona mikla snjóþyngdina reyndar. Það er mjög óvanur þessu, þetta minnir á Akureyri. Já. Nikolaj byrjar að reyna að skona og við sem erum búin að vera að horfa á fótbolta þetta síðan allan að Nikolaj kom. Það var þetta klassískt þema. Þetta er mjög klassískt. Þetta var eitthvað svona þerapía fyrir hann í upphafi til ferilsins hjá Víkingum þegar ekki gekk allt alveg eins og mest var á kosið þá settist hann á völlin og fór að reyma skóna. Það er náttúrulega fáránlega gott. Og hann virtist að reyma það bara svona til öryggis. Hérna var vitlaust innkast en bótan sleppur og ákveður að Gassa ekki náttúrulega hotspyrnu? Nei, markspyrna er það. Já. Bæði lið er ekki búin að sætta sig við úrslit leiksins eins og þeir eru núna, en það er svona akkurat núna liggur aðeins meira á okkur. Já, það er eins og þetta mark hafa slegið okkar aðeins út af laginu. Það kom svolítið bara upp úr náttúrulega nákvæmlega engu sko. Já, þetta er bara gjöf. Daniel gerir þetta vel þarna. Hafsteins. Daniel Djuric. Hann er búinn að eiga feilsendingu í þessum uppspilsmomentum. Daniel Djuric, ég held ekki. Hún eiga mjög góðan leik hérna. Fyrir utan akkurat þessa. Nei, hann þetta bara, þetta var stígakennan. Skrifði algjörlega stíg. Helgi hérna. Harður á sér. Halldór Smári, Tarik og Kalli hleypur hérna upp hægra megin. Og verður nú aðeins, já, smá drífa sig. Halldór Smári, það er 2025 í okkur núna ekki? Já. Ok. Halldór Smári Sigursson spilaði sinn fyrsta leik fyrir meistaraflokk karla árið 2007. Já. Nei, 2008 fyrir ekki. 2008. Það eru 17 ár á þessu tíðanbili sem er framöndan. Gerir aðri betur. Daniel, já, vel gert. Munnaði engu þetta gengi upp hjá honum. Þannig að það má segja að Halldór Smári sé komið bílpróf í fótboltareynslu. Þarna sérðu hvernig hún virkar. Ekkert spjald. Bara stopp. Stillum upp á nýtt. Við verðum að fá eitt markið viðbót. Mér er á kalt núna til þess að nenn að vera hérna í þessum kulda. Koma svo og Leiknir er með boltan. Já, myndavélin er að byrja svona smá bras í þeirri sænsku. Örlegur alveg með þetta. Já, Karl Freyr í banni í leiknum móti Panathinaikos. Rétt. Fékk hérna 2 gul spjöld á móti Lask. Og Nikolaj Andreas Hansen sömuleiðis í banni í þennan leik. Já, Viktor Örlegur, Daniel Dejan, vel gert. Daniel gerir þetta ágætlega þarna. Viktor hérna greip nú vindur boltan, ég veit ekki hvaða vindur hann er að tala um. Það er skrítið. Já, það var eitthvað snúningur. Þetta var svo Magnúsar-effekt. Magnúsar-effekt? Já, það er boltið snýst svona eins og þú tekur hann og sendir hann í bananabolta. Já. Það er kallað Magnúsar. Þetta er Magnúsi, pappans Höta Magg. Já, ég myndi eftir hann. Það er eitthvað Magnúsar snillingu sem fatt að það eða skýrði það í fyrsta skipti væntanlega. Ég get ekki sagt af hverju þetta heitir það, en þetta heitir það samt. Og þetta er svona ákkurat. Stígur, koma svo. Þú eru 3 og 4. Já, hann er ekki rangur. Vel gert, hann er ekki rangur, en Daniel Dejan er klálega rangur. Helgi, og er þetta á langt? Já, þetta var á langt. Það fekk hérna flugferð í boði Breiðholtsins og sínst að hann eitthvað nérskast við þetta. Held að það hafi bara verið ekkoið. Vonandi er þetta bara sært stolt en ekki ykkur meiðsli. Þykjum alveg að þau stoppi hjá okkur Víkingunum núna. Ótt 87 mínútur liðnar af leiknum og staðan 3-2. Já, staðan er sko 16-0 fyrir kuldanum inn í þessu fjandans búra okkar maður. Nei, það er ekkert að þessu. Jésús Kristur. Ég er bara hérna á skyrtunni, hvað er þetta að tala? Já, ég er enda náttúrulega þú í skyrtu með hneft niður og gullkeður, náttúrulega er eitthvað sem allir vilja sjá. Já, það er enginn farið að sjá. Enginn farið að sjá. Já, þetta er allt til í hausnum á þér, kallið minn. Þú ert að hámarka þína eigin upplifun í kvöldanum. Eitthvað verið að gera alltaf við hluta. Alltaf verið í skall. Þetta er mjög desperat leið. Ekki eftir að heita hún með bæluna, það er eftir að leðilegar. Ná að bjarga sér hérna. Eða Tarik lítur að það sér að Bóðan. Nú fara þeir að sína klærnar, leiknisljónin fara að sína klærnar og ætla að reyna að ná að jafna þetta. Þótt þeir séu sjálf sér nú þegar búin að vinna þetta 3-0.
Hver er nú vellir Víkingsmenn núna? Myndið þú vilja hafa með þér í svona slag? Þú myndið út í Helsingi Já. og eitthvað brast, eitthvað vesen. Já. Ég myndi taka Danna Hafsteins. Það svoleiðis? Já. Ég hefði haft Svein Gísla fyrst, sko. Ég hefði sko tekið hérna Ekroþinn, sko. Já, Danni er bara, það er eitthvað svona villimennska í augunum á hann, ég fílaði þetta. Við vantar svona bit, hlakka til að sjá hann, hún segir þetta svona 16 sinnum í dag. Já, næra, komast þarna í gegn og hvað? Já, gerir þetta vel þarna. Og bótan, vel frábærlega vel. Stígur, flottur. Nú er snjókoma, hún er í andliti á leikmönnum og leikmannsmenn eru hefnir þeir spila undan snjónum. Arnfríður snýr við nokkrum sinnum. Þetta er ótrúlegar aðstæður sem við erum að sjá. Vel gert, koma svo, Daniel, upp kantinn, Neldónum, annan lagalegt. Svona, já. Snirtilegt. Nú eru þeir 3 áfram. Þetta var frábærlega gert þarna hjá Ef varnarmanni maður leiksins. gerir alltaf það sama, ef maður fer alltaf, ég ætlar að fara að kloppa, Þá verður fattar lesið. fólk það, sko. En það er ógeðslega flott þegar það gengur. geggja. Það er sammála. Þannig að hann getur bara stíðað á boltan og gæðin yfir á skautum út á vellinum, sko. Nákvæmlega. En þetta er, ég held að við séum að detti í þessari bráðum að við erum bara að biðast afsökunar á tækjabúnaðinum okkar. Og aðstæðum. Já, það er stutt í þetta. Já, þetta er að vera búið. Þetta er að verða ansi. 3-2, 89 mínútur og 25 sekúndur liðnar á leiknum. Og ég á ekki vonað því að verði mikla tafir. Frábærlega gert. Kalli, hvað gerur við boltan? Kemur hann aftur á Dejan. Og Dejan ætlar að sína listirna sína hérna. Já, fær hornspyrnu. Það er að fá hornspyrnu. Þetta er kannski síðasta séansi til að bæta við marki. Halldór Smári eitthvað halda að þeim eirað. Já, mönnum er orðið kalt held ég. Ég held að menn séu til í að fara inn og fá sér vöfflur og rjóma. Hvernig staðan í þessu leikjum hann að hjá þér? Og ég skal segja þér það. Stockport er 2-0 yfir. Ég get sagt þér það. Býtu, er Everton að vinna leik? Everton er 1-0 yfir. Og Arsenal með rauðspjald, það gleður mig að heyra. Afsakið að kæra áhorfendur. Úlfarnir Arsenal en rautt spjald á Miles Lewis Skelly. Býtu. Það er aldeilis að marka setja sig sem the bad boy. Hvað gera leiknismenn hérna? Þeir eru eiga séns, hammerinn. Þetta var ekki góð ákvörðun hjá hann. Þetta var ekki rétt ákvörðun, þannig að þið geta að fara aðleitt hérna hinstra megin. Það er bara flugðar af. Já, 90 mínútur og hálf mínúta betur. 3-2, fyrsti sigur ríkjandi Reykjavíkurmeistara í Reykjavíkurmótinu. Þó að það muni örugglega duga skammt leið og þeir opna skrifstofunar í KSÍ í fyrramáli. Það áttaði sig á því að það er maðkur í misunni og dæma leikinn tapaðan 3-0. Þar sé að leiknismenn eru En tæljast þá ekki mörkin með? Ég veit það ekki, ég kann ekki þessar reglur, mér er alveg sama. Já, ég er sammála. Því að þetta er leikur til þess að koma mönnum í gang. Þetta er hluti af æfingaprógramminu að því að við eigum risastórt verkefni framundan. Líka bara gaman að sjá. Við hvetjum Víkinga, fyrir ekki að ég ætla að klára þetta. Til að koma með. Til að koma með til Helsingi. Við ætlum að byrja að miðasöluna á mánudaginn og við vitum, við erum búin að tala við flugleiðið að Icelandair að þeir eru sætilaus, þannig að endilega komið með okkur. Það verður stemming. Þeir eru bara orðað þannig, þeir eru á vaktin. Það er verið að fylgjast með bókunum bara í beinni útsendingu. Leiðu það vantar alltaf að reyna að hjálpa okkur sem geta. Við erum að vonast til þess að fá líka, þekki fólk í Helsingi.